FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Dynout og Loop Zero. Það föstudagur 20. febrúar og árið 2026. Ég veit ekki með ykkur, kæru hlustendur, við drengirnir hérna erum í gír og ég var að hugsa það. Það nýtt. Já, því að það alltaf verið að senda mér. Fólk að bingja þættina bara frá langt aftur í tíman. Það kannski bara fínt að þú ert eitthvað staðar á sundlaug á beni eða eitthvað. Til að rífa, vita, herru, þessi þáttu var tekin upp 2026. Eða lendir í einhverju svipuðu og Sly og Wesley Snipes í Demolition Man og vaknir upp úr ykkur og frista þig eða ykkur fjandi. Já, allavega, það árið 2026 þegar þú ert að hlusta á hana þátt og ég vona, kæru hlustendur, að þið munu halda áfram en að hlusta á hana þátt því að ég fann það bráðum þegar ég var að labba hérna í stúdíói. Ég er svo langt frá að vera komið leið. Ég elska að koma hérna föstum klukkan 4. Sita þetta í 2 tíma, röfla með ykkur, hafa það næs og já, vonandi getur gert það sem lengst. Skemmtilega sem við gerum. Bara töða. Já, eiginlega bara betra eftir að komi kids og svona allt eins og núna vetrafrí. Já, þetta kannski ljótt að segja þetta gagvart mögum okkar en bara að geta komist hérna inn í vetrafrí skólanum og var í gær og í dag. Mosó mánuð 3. Mánuð 3, já. Hvort betra? Ekki skárra að hafa þetta mánuð 3. Þú getur lengt helgin. Og ég myndi vilja hafa þetta svo í Garðabæ það sem bara öll vikan, þeir taka bara heila viku. Garðabærin veit alveg hvað að gera. Og þá bara, nú engin heim í Garðabæ. Garðabæ tómur. Allir Garðabæ bara skíðaferð. Já, hann er skíðaferð eða tenni eða bara eitthvað staðar. Nema að þú veist að Kópavogur ákveður að slíta í 2 og 2 dagar. Ég verið með Eriðs. Af hverju gerur þetta ekki bara svo Garðabæ? Tegur Garðabærin viku? Já, þetta er saman bara í eina viku. Það er bara 2 daga hér, 2 daga hér. Hvaða Eriðs? Ég elska Garðabærin. Garðabæri stundum svona eins og hafið hort á þættir Parks and Recreation. Já. Við bæri með hliðin á Pawnee, það var Eagleton, þar var allt upp á 10. Bara Pawnee var þetta svona Kópavogur Pawnee eða bara aðrir bæir og svo Garðabær, hann svona Eagleton í Parks and Recreation. Það bara okkur ekki bara verið með viku frí og fyrir með allir skíðaferð. Já, höfðum bara þannig, það var bara viku. Ég hef kona daginn sem flutti í Garðabæ einungis til að henda krakkarum í leikskóla. Já. Það var allt í apaskít. Það bara flutt í Garðabæinn bara út af því. Ég ætla að hrósa Garðabæinn. Ég bjóð þarna krakkir komið í leikskólu. Það getur vesið. Þetta Garðabæinn svona okkar Eagleton. Reykjavík virðast ekki geta rekið leikskóla sko. Það er mikið sama satna við Eriðs sko. Þetta er ekki hægt. En Garðabæinn alltaf með 10. Já, ég meina Mosesbærin, það er allir krakkir í leikskóla þar sko. Já, það er limit margóft satt líka. Mosó og Garðabær, þeir eru með leikskólanum á 10. Þetta virðist vera erfiðast í Reykjavík. En talandi skíðaferðir Egill, þú ert að leiðin í skíðaferð. Það er bara þína fyrstu. Fyrsta skíðaferðin að þetta. Ég verið mættur á jommuna klukkan 05:55. Fáðu líklega mynd í chatið. Og svo tekki tímasetningun á því. Þegar vaknaði morgun. Svo ertu, ég er ekki að segja þetta. Ég meina þetta ekki in a bad way. Nei, þetta er slag, ég get ekki. Hann er með breytt bak. Ertu tilbúin að heyra þetta? Já. Hvað er þetta að fara að kalla hann, eitthvað hræðilegt? Nei, ég veit ekki, þið þurfa að segja. Þú mátt ekki vera fúllutið mig. Ég reyna að vera að taka þetta ekki nærið mér. Að því að ég ætla að móðgast fyrir þínu hendi. Þetta er ekki gagnrýni. En eins og þú ert búin að sína þegar þú fyrir skíðaferð eins og núna, það er búið að versla skíðaföt fyrir pening sem að ég bara svona, hvað er að gerast þetta? Ég ætla að segja að þú ert svolítið plebbi. Já. Þú ert að hlæðir í skíðaferð. Þá ert þú mættur í brekkuna í öllum flottustu fötunum. Ég held því sko. Ég fór í golf með þér í sumar í brúðkaupinu, eftir brúðkaupi hjá einu enni sem núna komið 2 alvöruð mjaðmir. Það er allt upp á 10 þar núna. Og hann er búin að hækka 5 cm. Eftir þannig brúðkaupið þegar ég keypti mig föt 5 mínútur fyrir aðtöfnum. Já, það er ekki plebbarskapur. Það er bara svona meiri haug. Hann fór 1.82, 1.87. Já, hann er bara núna dansandi með 9 mjaðmir. En þá við fórum í golf. Ég horfði á, þetta er ekki, kannski er þetta öfund hjá mér, að ég horfði á þið bara, djöfull er hann í flottum golffutum, þá varst ég öllu 9 sem þú keyptir að því þú vissur að vera fyrir golf. Já, ég með langa að vera huggulegur á golfvöldu. Nú er málegin, ég er búin að kynna mér svolítið skíðaferðinar. Þú ert svolítið eins og hjónin í myndinni með Griswold, þar sem að ljósið kom út, það var allt svo töff í það. Þú ert svolítið það. Já, sko, ég ætla ekkert að fara að mæta í einhverjum joggingbuxum í brekkuna. Og hann fer heldur ekki á einhverja útsölur eða fleira, hann fer sko, hvar finn ég dýrasta gallan á land. Sko, ég er ekki að fara að þú veist, fara okkar stöðbætt og fljúa yfir eitthvað skála hana. Ég bakka það ekki þannig að ég þarf að vera fyrir huggulegur hana, ég finn yfir. Ég ætla ekki að vera í svörtu brekkunar, það eru
býðum aðeins með það. En það svona eitthvað bratt þá? Já, það var svona, þetta lita konsept þarna sko. En kanntu á skíði? Það var á skíði? Já, ég var meira á bretti en ég var á skíði líka. Þannig að ef þetta er svo hjóla, þetta er svo hjóla, þá held ég bakkið upp. Þetta er sko, þetta er fyrsta skíðaferðin sem ég farið. Ég var aldrei, og það ég ger ekki annan að fá kuna í stólinn í sporthúsinu og segja, þú veist, þú verður bara átt af því að lang besta fríi svo ferði í eru skíðaferðir. Og ég kaupi ekki betra en golf. Segð allir, ég var að tala um Cocksucking Joe í símanum, við erum 2 minútur síðan. Bara Jóa. Þú varst að tala við Jóa. Hann er að sponsa þáttin. Og hann sem Cocksucking Joe sagði Jói. Hann er sponsað. Hann var í skíðaferð nú í janúar. Og hann sagði, veist ég hvað, þetta farið mikla veist sko. Bara að það skella svo gerir. Ok, nú ætla ég bara að prófa þetta. Ég fíla, ég er að koma með skýrslu til ykkar eftir viku. Ég get eiginlega sagt ykkur eitt svona. Ég myndi giska á það, ég ætla ekki að alhafa þetta. Ég ætla að giska á það, ég myndi aldrei fara stíga, setja lappir mér ofan í skíði. Ég reyndi þetta einu sem mér fannst þetta ógeðslega erfitt og ég held ég hafi aldrei ég hef aldrei farið á skíði. Ég var á bretti. Ég var á hjólabretti. Þannig ég held ég sé alveg geti verið ágættur að ná brettinu. Einhver fæsla þar yfir. En ekki góður, ég geti rent minni brekkur eftir smástund. En svo er þetta samt eins og Egill segir, þetta gæti ekki verið þessi allir að segja það sama þeim þetta sé satt. Já, þetta hlýtur að vera helviti gaman. Já, ég kaupi ekki hana. Svo má heldur ekki gleyma því þú ert ekkert að sjá líka sko þegar það er rók í brekkunni, kallt. Ég þarna, hann náttúrulega að fara til Ítalíu, það verður alltaf upp á 10. Sko, ég hann ekkert startur hérna einhverstað í Bláfjöllum. Ég fekk þetta vídeo sent bara á hann. Þú verður að lenda í vondu veðri. Þetta er kóngurinn Guðjón Þór Þorsteinsson sem er einn af minni bestu vinum í dag. Sýnist þið vera mikið rók og kallt þarna, blár himinn, allir mökkaður. Það er frábært veður þarna. Það er ekki svona kallt á Íslandi. Sástu ekki hérna fánana? Já, þeir hreyfðust alveg svakalega. Já, þess vegna er þetta ekki á sólaströnd. Þú ert upp í fjalli, það lítur nú að vera kallt. En ég kem með skýrslu. Ég má koma með kost og galla. Og kemur skýrslunni í blöggasti. Ég held að þetta hendi allir mjög vel. Samt ég elska að hita sko. Já, en málega Nei, skíðaferð, þú verður snemma að sofa. Þú sofa 9 á kvöldin. Og það er brekt að þú. Ég held ég ekki að vera svona 9 á kvöldin. Það sem þú elskar er að vakna ógeðslega snemma sem þú gerir á skíðum. Svo ferðu út og skíðar niður okkur að brekkur. Ég veit, það er eina spurningmerki hvort þú munir fíla það. Síðan eftir það, þá hellur þú bara í þig, þú elskar það. Svo ferði í svona eitthvað svona bað. Þú þarf að finna eitthvað bað. Það verður, já. Eitthvað svona spa. Það er á hótelinu spa. Já, spa og bað. Ferði í gufu, svo ert farið að sofa 10. Þetta er drauma frí fyrir þig. En ég er með álur fyllibit í mjög svo að ferð, sko. Ég er með grunn að það bara reynt að... Hvað er í svona ferð? Fyllibitur, Kvittildeilur, Kristín Rudd sem er alltaf besti starfsmaður sínar frá upphafi. Okkar besta. Hún er hérna. Já. Og svo er ég með Kolbrunum Pálunu, sko, fegurðardrottningu og Helga Hlölla sem er huggurast í gæði sem aðeins minni séð. Helgi Hlölla er þetta grjóta. Það er okkur maður. Og sko, það er full flugul að fara. Þetta er alltaf vítaferðir. Ég er bara komin í gómaferð. Bara gómaferð með farastjóra. Veistu hvað er farastjóri? Hver? Lóa Pind. Hvað ætlar að gera í því? Hún er upp á stættina Steinda. Hún er farastjóri. Mínur uppáhaldstættir eru hvað er best að búa. Hún er helvítið gaman. Rakel var að binda þetta. Rakel tók þetta held ég á okkur 3-4 kvöldum alla seríunar. Hún diskar þetta. Ég mæli með því á Sýn Plus að tjekka á hérna hvað er best að búa. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta. Ég tók með Spána þáttunum daginn. Fólk sem hann flutti og fyrir Spáni. Já, sérðu líka bara munin. Fólk er svo hérna, ég sá eitt þátt með Finnland. Það ertu bara að borga niður lánið þitt. Sem sagt, hérna, þau keyptu sér íbúð og búin að lækka 4 milljónir og sama tíma á Íslandi væri búin að hækka 3 og 7 miljónir munur. Sáðu Spána þáttur það þegar Svali mætti í heimagimmið og King Svali maður. Það var besti maður sem passaði fyrir mig daginn á tenni. Já. Þannig að Davíð, kóngurinn sem er frábær fjölskylda sem flutti til tenni. Þetta er allt saman mjög gott. Þau pössuðu fyrir mig meðan að við vorum að ammæli á tenni þann daginn. Svo er annað í þessu drengi sem ég veit að þau er mikið áhuga á. Það eru The Aliens, geimverurnar. Það er bara núna skemmtileg tímasetning. Já, Obama var að tala um þetta. Það væru til og bara staðfesti það. Og Donald Trump sagði það bara, hann var hann eitthvað að skeita á sig en ég skal hjálpa honum með að gefa út eitthvað skýrslu. Það er basically verið að segja bara, herru, þeir vita að þetta er geimur. Svo er líka alltaf verið að tala um að leið og það er eitthvað vesen og allt í rugli, þá er ágætt að hendi í eina geimurufrétt, sko. Ég sá geggjað þetta svona mím á Twitter eða X eða hvað sem þetta kallast hérna, að þá er
Hvað heitir hann okkar maður sem var í Truman Show Ed leikarinn skottróti sem var yfir Ed Harris Já, það er bara svona það var The Rock Já, það er bara svona það er allt í rugli segjum að setja geimverur þetta er svona basically bara En nennir Obama eitthvað að taka þátt í því að róa fólk niður og segja að þetta er geimverur? Nei, ég held að það hann sagðist aldrei að séðina Ég held að það hafi nú En hann sagðist vita, það er til geimverur það er bara staðfest Ég horfði nú á þetta viðtal og mér fannst hann segja svolítið bara, þú veist, það er alltaf geimverur Sinn að það eru líka bara við erum geimverur sko, við búum í geimnum og svona Tókar ég kjórt á viðtali verður meinað sem búið að gera fake fyrirsetnur úr þessu viðtali Hann var ekki að tala bara ég allavega tók því ekki þannig að hann var að tala að þessar grænu slímu eru á fullu sko Hann er ekki séð slímu Hann er ekki séð neina Hann sagði bara, þú veist, það eru til geimverur Þú veist það ekki Þið eru geimverur Stjörnussaga vil meina það bara það er kannski til en líkurnar að það er komið hingað eru alltaf litlar sko King Stjörnussaga, við erum að fá hann aftur í spjall Já, en hann er á móti grínu slímu hann vill ekki ræða þessu til Sko það er, ef maður kýtlar hann aðeins þá er hann heldur til að ræða grænu slímu sko, en hann hefur eins og segir, sko Stjörnussagar vill meina að það séu ekki komnar og séu ekki á leiðinni en það séu líklega stanna Það séu til Og líka þær eru látt í burtu að tekur tíma ferðastinga sko. Þetta er stórt Ekki að þær kunna að nota black hole og fleira Það er búin að finna einhver loopholes Það geta verið að ferðast Ég held að þetta sé aldrei Við erum aldrei að fara að sjá geimverur eða neitt held ég. Já, þú mátt ekki missa Þú voru að halda í vona Nei, við gæmd ekki að vera saman Myndi ykkur, ok, ég vil spyrja ykkur núna Myndi vilja að það kæmi geimverur Já Myndu vilja að leika Já, ég veit, sko Það er náttúrulega að fara Er ég eini sem er svona vanafastur Ég vil hafa þetta bara svo rassinn og öllum, sko Það veist, ég myndi ekki Þú veist alveg hvað er að gera þetta Þú voru til í það Þú veist ekki átt að pegga þess Þú vilt að fá geimverur Ef það myndi sleppa rassaskoðunni Og vera bara Láta hún í friði Slepp aldrei rassaskoðunna, fyrst það að gera Hvernig veistu það sem fyrst það sem gera? Það var aldrei komið Allir sem heit geimverur segja að fyrst það gerðu fóru beint í rassinum Sko, ég hef sest niður með fólki og tala við það Þú ert bara að segja okkur svona 10 sinum og fóruðu beint í rassinum Þetta fólk sem hefur lent í þessu Hvað sagði það? Það sama og Egill er í rauninni að segja En það skautaði samt yfir rassaskoðuna En það var skoðað Við höfum rætt þetta sko Við rættum þetta vel í blökastunum sínum tíma Mér finnst svo áhugavert Ef ég myndi lendi í því Segjum bara að ég væri einhvers staðar Ég veit ekki svona hvar Að pottet að veiða einn Ég er aldrei einn að veiða Þá ertu tekin Ég held að, ok, það eru sömur einn í þessu samfélagi sem halda ég í jeppa og sé að veiða einhvers staðar og tala illum Þú spólar á jeppanum og farið að veiða Ég hef aldrei farið að veiða Ef þú ert einn á stóra jeppanum að veiða Er ekki örugglega verið að taka þess að benna lífið Þá ertu tekin að geimverum Já, ok Segjum að ég fer aldrei að veiða Einni útilegu En þarf hann að vera einn Já Nei, það ráðast aldrei að hópa Skrítið að vera veiða einn sko Nei, ok, ég fær aldrei að veiða einn Segjum að við séum upp í bústað Og til að búti svona scenario sem ég gæti verið einn Rakel fer eitthvað með strákana Ég er bara einn upp í bústaðnum Segjum að komi geimfar Bara í garðinn Ég er bara, hvað er að gerast hérna Og myndi alltaf ná í síman, hann myndi ekki virka eitthvað svona. Þau eru bóttið með einhverja vörg Hvort því, ég get ekki fara á netið og eitthvað svona Og ég færi inn í geimfarið Ég held ég myndi ekki segja hennum frá því Ég myndi aldrei bara segja Rakel Þegar hún kæmi bara úr sundi með strákana Herðu, hvað gerist þetta með hún fóst Ég tekin að geimurum Og hún myndi bara reyna að leggja mig inn Nei, ég myndi ekki segja það Það er blöður með að ljúa því að geimveru kom og Já, reyndar ekki og hún myndi vita þetta verið satt Ef ég myndi segja ég sverða Ef ég segi bara, ég sverða það að koma í geimverur Þá veit hún, hei, ok, kannski komað En ég er ekki að sverja Ég skil svo átt við, þetta er alltaf hard sell Hvað þá, það fyrir eitthvað grams í bossanum Grams í bossanum Ef þú kæmir hérna Það er að því, sko Ef þú kæmir hérna bara, til og með sér þáttin Hún segir bara strafar, ég har lendi frekar fókt upp dæmi það Segjum að hafi sleppt við Þær fóru ekki í rassina þér Þær voru bara eitthvað Bara að segja hæ og skoða Já, eitthvað svona Og þú hefði sloppið ágætlega út þessu bara Og hérna, þú myndir koma hérna og segja bara Guys, ég verð að segja eitthvað sögu Já Maður myndi alltaf segja hérna Ég veit það, en svo myndi bara Vísir og DFF og MBL og eitthvað pikkið upp og kemur greinar þetta Kommentakerfið væri bara svona Já, hann er loksins gjössanlega búin að tapa sér Drengurinn Já, það er þannig Ég meina sko, Independence Day Þar, þú veist Það fóruði beint í rassinu á öllum, sko Nei, það var ekki þar Það var hlegið alltaf á honum, Það var hlegið á hann á barnum hann var fyllibit út Hann var ridiculed í bæðinu sinum Mál er að virkir í aðtöðasöndum Kerðu hann á barinn Nei, hann bara sagt í mörg ár Ég var tekin einu sinni og það fyrkt að rassinu á hann Já, það ekki Síðan voru þeir mættar og hvað segir ég núna?
En það sem ég að segja, ég myndi ekki þóra. Ég ekki vera ridiculed í bænum minn. Hann endaði bara sem bæja fyllibitta því að trúðarleikin sko. Hver flög svo flugvélin sinni upp í The Aliens og drap þær eftir það. Hvernig mannstu þetta? Ertu búin að sjá Independence Day oft? Motherfuckers og hann flög upp og Jó, þegar þú segir Hvað mannstu bara hvert einast aðrið? Það var búið að stríða honum í 25 ár. Það sagði þau, kom ekki einverið gæri fyrta rassun á mér og þetta var frekar óþægilegt. Nú ég ætlaði að sé ykkur hérna á þessu landi sem er með svona sögu. Það var bara einu daginn sem var að segja sem var Já, heyrðu, það var, nei það var einhver sem var stólið að gemurum hérna. Já, var þetta ekki bara Álafoskosin í Mosbæ? Nú ætlum ég bara að reynskilja þegar þið segið það er einhver hérna á landinu sem sagðist að vera stólið að gemurum. Fyrsta sem ég hugsaði var bara svona Var þetta ekki í Mosbæ? Sko, það var einhver hérna sem var stólið að gemurum en daginn og kannski fáinu spjall. Hvar var það? Í Mosbæ? Við þurfum að rannsaka það. Kannski einhver að hlusta sem þekkir þess að reynda gemurum. Við þekkir eitthvað sem hefur farið upp í geimfar Við trúum þannig að við erum ekki að trolla ykkur. Hafið þið samband til að við viljum fá það spjall? Já, we believe you og við verðum til að taka, fara í alvöru spjall í blökastunum, taka langt spjall. Trúaði menn, en við ætlum að fara yfir þáttinn sem er hér framöndan, drengir. Það er þekkið ekki sem hefur verið í góðri pásu. Já, hvað hendi þekkið ekki og gekk ágætlega. Við erum með spurningefni Gilsarans og hvað eru að vinna með í dag, Egill? King of being a bad little boy. Új, bara stið. Þetta er ógeðslegasti titill á keppninni hingað til. Ég ætla að reyna að komast hjá þessu. Við erum með þetta dagskrá. Ég ætla að reyna að sleppa. Manstu eftir verri titli? Keppni of being a bad little boy. Þetta er viðbjöð. Þetta er í alvörunni vesti titill. Ég var með King of Ógeð daginn. Það er það. Já. Good undisputed winner þar sko. King of being a bad little boy. 3 bad little boy. Það er bara í 2 bad. Þetta var steindi King of Ógeð. Já sko, það var alltaf valtaði yfir þá keppni. Hún er season 0. Nú erum við aftur. Svo erum við með valtaði yfir þá keppni. Það er sæðilegt. Ok, núna var ég til yfir mynd bara svipur og steindi að segja hann valtaði yfir þá keppni. Það er ekki gott. Við erum með sturlaða staðreyndir. Don't call it a comeback. Þær er búin að vera hérna tilbúnar síðustu 3 vikur en ég hef aldrei komist í þær. Það búið svo þétt hjá okkur. Brandarhótt pappan Steinda sem er eiginlega upp á sliðurum minni í FNÍ blöð í dag. Hann mætir í dag. Já, ég var til í að fá hann vel gróan kall. Hann er að verða eitt fremsti, bara grínisti þjóðarinnar. Og hefur lengi verið. Já. Don't call her a comeback. Hann er með góða brandara. Augljósar staðreyndir. Augljósar staðreyndir í dag. Augljósar staðreyndir mæta í dag. Það er ekkert annan mann. Augljósar staðreyndir mæta og svo erum við með milljón á dag líka. Þannig að eins og þið heyrið þá er þetta helviti þétt hjá okkur. Og við gæsti líka. Já, og svo kemur hún Þuríður Blær, kemur hérna í heimsókn til okkar, sprungur í mynd sem var að koma í bíó. Ræða það eins við hana og ég ætla að henda henni í milljón á dag. En vonandi verður þetta það þétt að við komumst ekki í King of being a bad little boy. En talandum bad little boy þá hefði Kurt Cobain orðið 59 ára í dag. Það er núna að vera að opna það mál aftur. Já, vil ég meina að það er bara alls ekkert við sjálfsmorð. En þar sem að minn besti maður, Kurt Cobain, hefði orðið 59 ára ætla ég að spila lag sem að ég held að sé ekkert lag sem ég að spila jafn ofta á ævi minni og það heitir Smells Like Teen Spirit. Þetta er topp tónlistarstöðin. Þessi snillingur hefði orðið 59 ára í dag, heitir Kurt Cobain, lagið heitir Smells Like Teen Spirit og já, það er Ádreifin. Já, 13 ára blöð, 14 ára blöð með þetta í botni í jöklatúninu, þykjast vera harður. Ég veit svo lítið. Nei, ég var algjör kolpur sko. Ég hef ekki kynnt mér þetta máleitt en það er verið að tala um þannig að við erum með það mikið magn af heroinni að hann hafi ekki geta bara lofta byssunni. Já sko, það er líka verið að taka þetta aftur upp. Þetta er eitthvað tengt Epstein Files. Það er eitthvað þannig rugl. Herðu, en ég er með slúður hérna fyrir ykkur, drengir og já, hlustendur og ég er svona, þetta er ekkit besti pakki sem ég fundi, hann er allt í lagi hérna, já, voruð búin að sjá með okkar besta mann, Shia LaBeouf, hann er í tómu, kallinn maður, hann fær bara sér í magan, já. Og hvað kíleikurinn það ekki? Jú, hann var einhver alvöru fyllirið hérna í New Orleans, í Mardi Gras og hann er víst Virðist vera á dælunni bara þessi, sko hann er alveg Já, hann er nýskilin við bassmóðu sína, leikonuna mjög gott en það er vist tæft á sinni skildu en þau voru búin að ná að halda þessu lengdu en svo barst þetta í tal eftir að hann var handtekinn hérna fyrir, þetta var líka sko ég er búin að lesa hérna marga fréttir þetta þetta var í rauninni bara hann að reyna að láta berja sig
hann vildi vera með vesen. Já, og það voru allir að reyna að hjálpa honum einhvern veginn, bara ekki gera þetta, hann hoppaði yfir barinn og ætlaði að fara að afgreiða fólk og gaurinn bað hann að sleppa, þá kildi hann eigandan á barnum. Hann á okkur mjög slæmur stað. Já, bara hræðilegum, sko. Þannig að, og var svo leystur út og mætti svo aftur á djamið. Hann að leika í einhverju núna? Hvað það er líka bara sturlað leikari, sko. Hvað á MTB-ina sérna? Eitthvað svona í post-production? Ég var alltaf fílað Shia LaBeouf, mér finnst þetta lögilegt. Upcoming 3 sko 3 verkefni sem mörgur neinu, við veitum ekkert hvað það er ekki myndir að neinu og þetta er production unknown, pre-production, það er ekkert sem er klárt sko. Nei Það gæti verið í álur vesin. Já, og við, vonum það besta með okkar mann, en næsta slúður, það er Tyra Banks, hún hefur ekki verið í slúður í FNÍ blöð áður, held ég. Tyra Banks? Já, það eru núna heimildaþættir konur á Netflix, þú verður búin að horfa á þetta. Það er með plakkata henni og króknum síðan tíma? Nei, Cindy Crawford. Cindy Crawford, ekki þetta. Já. Það var ekkert geðveikt, en ég var bara með það. Þættirnir America's Next Top Model, þeir hafa fengið þvílíka gagnrýni og þessir heimildaþættir á Netflix ganga þar sem að keppindur að koma og tala bara hvað komi illa fram með þau og lögði í einelti og einhverju viðbjöður. Og nú eru margir að segja sem þekkja Tyra Banks að she was not being real. Hún svona að reyna að bjarga því sem bjarga verður hérna í þessum þáttum. Ég ekki búin að horfa á þetta sjálfur, ég hlakkar enda til að sjá þetta, sko. Ég man eftir þessu þáttum. Þættir núna á Netflix eða eitthvað sem er að drulli yfir. Já, bara að vera að sína hvað gekk á þarna í þessum þáttum. Sáðu þið Jerry Springer þættina? Það var sama, var að sína hvað gekk á. Það var allt feik, eða ekki? Nei. Það var alveg entertainment. Já, var það ekki all leikið Jerry Springer? Fólk hérna. Bara eins og WW Wrestling. Þessum heimildaþættir voru frekar magnaðir, sko. En þá var einmitt þá var verið að velja fólk í þetta, skilurðu, og svo var verið að æsa þetta fólk alveg bakvið, sko. Ég veit að það átti að gera svona þætti líka Simon Cowell, þetta er hérna, þú horfir á gamla American Idol þætti og X-Factor þætti og annað í Breitlandi, þetta var samt eða sem að fólk stilt inn á, þá þarf að þeir sem voru lélegir að syngja og þau að dæma, núna er það svona hann er að fá það hans í baki bara hvernig þau töluðu við krakka sem voru að koma að reyna að syngja og sungur hræðilega en það var samt til ástæðan fyrir að þættirnir urðu vinsalir það komir óvart samt með þess að Jerry Springer þetta að því ég man eftir því þú sást þetta eitthvað svona spólur á vídeólim í gamla þetta muni eftir þessu, það var eitthvað svona ein og ein spóla til af þessum þáttum ég held alltaf að þetta væri bara einhverjir cable þættir skilur ég held að það væri bara leikið þessi þættir urðu á tímabili vinsælustu þættir í Bandaríkjunum vinsælinn ópera vinsælasta bara sjónvarpsefni í Bandaríkjunum á einhverju tímabili Springerinn, hvað er hann að gera í dag? Jerry? Hann því miður kvatt okkur hérna í 2003 Ég veist ekki það var bara rest in peace Springer Nei, hann liggur bara Hérna, við ætlum að fara í næsta slúður og það er okkar mannskja Kim Kardashian Hún er núna byrjuð að preppa North West sem er dóttir hennar og Kanye West A fashion empire with 3 new trademarks North West er að fara að setja að stað eitthvað fashion empire eina sem að hræði mig í þessu er hún er 12 ára 12 ára gamall og ég er ekki að fara að opna fashion empire þetta er þetta ekki, ég veit það ekki mán ekki bara vera krakki það væri hún er frá fashion empire eitt sem ég skil ekki af hverju, hvaða lítalækna er Kim Kardashian með? Hvað meina? Út af því að sko, þegar þú sér svo Hollywood-leikara eins og Simon Cowell, Madonna það beintast alltaf í kött og það er alveg hrikalegt nú er Kim Kardashian fætt 1980 Sam og ég the Poop og hún er heldur langt frá að vera köttur og J-Lo til dæmis hvaða lítalækna eru þau með og af hverju var Madonna og Simon Cowell ekki með númerið hjá Er þetta ekki bara að blanda góðum genum og kunna hætta það fara ekki alltaf lengra og lengra í líklega gál sem þú sagt í þessu þetta sko Ná, ég held að það sé bara rétt þú farir eitt og svo farir annað og þetta aldrei sáttur Svo ég fótti Hannes árum daginn að laga Veitu þetta laga, þetta er bara alveg veginn Öglókin, það er eftir núna að hugsa þegar langar að laga eitthvað meira Ég er strax svona spáð hvað það getur laga nætt Ég skil konceptið Getur ekki látið laga hausinu það var það þægilega fyrir okkur Bara heilan En Kim virðist vera með álfur lækni Og hún og Lewis Hamilton going strong Það er talað um að þau þetta er þetta bara kanin í hnótskurna þau séu ekki bara að stinga saman nefjum heldur séu ástfangin og séu soulmates og hafi bara ekki vitað að því Ástfangin
Já, þetta svona, veist, hvernig getur hend bara strax í og sett soulmate í þólit ekki það er grínlust Kanin væmin Já, þú veist, eitthvað blamar hendi Nei, þau vilja meina það en, veist, nýbur okkur ekki bara að taka freka pressu af sambandinu og segja bara, herru, það gengur vel maður ég skotin í hann Heldur þetta verði saman að eilífu? Nei, ég held að það sé ekki hægt Kim Kardashian bara að koma sér á þannig stað í lífinu held ég að það getur engin bara, ég held að nenni enginn þessum hvirfilbil sem að fylgir sambandi Þú satt ykkur líka Lewis Hamilton líka með einhver bil hann kringu sig eða ekki Jó, en hann náttúrulega bara eitt besti formúludræfir Það er samt ekkert að líka þessu saman Hann er ekkert ykkur megin á öllum forsíðum og er hann ekki bara ykkur staðar heima á sér eða? Já, það er náttúrulega moldríkur Þið hefur ekki trúið að þetta sé bara þau verið saman að eilífu Ég gef þessu 2 ár Hæ? Já, ég fyrir ekki lengra það, 2-3 ár Ég ætla að vona að þau heyri ekki þetta spá hjá blöð sko Nei, ég meina, sérðu hvað hefur gerst fyrir kallmenn sem á að koma inn í þessa fjölskyldu Við erum að tala um Kanye West Við erum að tala um Caitlyn Jenner og svo Lamar Odom Þetta er ekki Þetta er ekki besti fyrirli En nú er trommarinn í Blink hann líka Já, Travis Barker Já Hann er bara flottur Er hann ekki bara edru og borða og er bara vegan og slagur og Vitsík Herri, ég ætla að enda þetta á Tommy Boy Sko, Rob Lowe er brjálaður og sett á Twitter Tommy Boy myndi var geggjuð Elskar Rob Lowe sko Hann vil, hey, give me some credit on Tommy Boy og hann lét sem sagt David Ellison heyra það og fyrirtæki sem framleiddi kvikmyndina Tommy Boy að honum finnst hann aldrei fá kredit fyrir að hafa tekið þátt í þessu verkefni Þetta er mjög stygt allt saman Hvað var hann aftur í myndinni? Hann var vondigurinn, leiðileg sem var alltaf reyna eyðileggja fyrir Chris Farley mannstu og hann sendi allavega eitthvað setti á Twitter og sendi eitthvað bréf þar sem hann var að tala um að hann ætti skilið meiri kredit fyrir myndir en Tommy Boy Mér finnst þetta svolítið skrítið slúður eða reynskilin Myndi þið fara að senda eitthvað Hann var frábær í Tommy Hann var geggjaður og hann vil meina að hann sé aldrei tekið fram að hann hefur í myndin Nei, ég veit að hann var svolítið outshined þarna af Chris Farley sko I want some damn credit, segir hann Já, ég meina hvað þá David Spade David Spade fekk náttúrulega fullt af kredit Nei, þú veist, þetta er Chris Farley mynd, skilur Já, maður hugsaður Chris Farley, svo David Spade en maður er ekki margir sem rifju upp Nei, þannig að kongurinn Rob Lowe, hann vil fá kredit fyrir Það er neðalega huggulegur í dag sko. Hann er með réttu læknina líka eins og varst að tala um Djöfull var Chris Farley góður grillleikari Öðulega pyrraður að sá meistar hafi látið sko þegar ímyndaðir komedymyndirna sem við erum ekki að horfa á hann fór alltaf nefna bara þegar hann kom til, var ekki David Letterman hann frekar henni Conan O'Brien til að hljópa þetta er bara eitt að finnast að síðan hann var snillingur, þetta var slúðurpakki dragsins hann var svo fysikal góð hann var alltaf ógeðslega stór en hann var svo fysikal líka svo var svo bara hann getur verið bara varnamaður í NFL og hann er byggður ég tók heimildamynd John Candy líka talandum alvöru grínastæðin daginn að djöfullar hann var blöðu líka nákvæmlega segja þetta að vera slagur pakki þetta er einhver besti pakki sem við erum í það var ekki lægið bara rosalega pakki já þú sagði rétt á hann að byrja að þetta var slagur Beckham þú sá að það var eitthvað nartir í ég gott að taka Beckham ég kom með leið á þessu Beckham þetta snýst þetta er Tommy Boy núna eðla vel gert sko takk fyrir það þetta er svona hrós sem ég þurfti við ætlum að fara í auglýsingar svo er það þekkið ekki og brandarahótt pappan Steinda hér eftir smástund Þetta er FM FM 957 aldrei ekki leið á þessu lagi Despacito Louis Fonsi hvað er að frétta á okkar besta manni Fonsi en hann er að gefa eitthvað út núna Ponsi Fonsi þetta er bara ekkert eðalega gott lag maður hefur ekki heyrt neitt frá hann lengi hann kom með eitthvað lag þarna strax eftir og þessi meðlega Kulpa er betra lag en Despacito það kom svona bylgja það sem að spænsk lög eru mjög vinsæl að líka lítið að gerast hjá þínum besta manni Sæ eftir Gangnam Style og fleiri lög til Neat Gentleman hann kann náttúrulega Gentleman Daddy, hvað lag er það? Where'd you get the body from? I got it from my daddy Var ekki því það? Besta lag sem ég heilt sko Ég hef ekki heyrt það Málið það að þeirra lið hendir í svona super hits það er erfitt að followa já það er eiginlega sko Michael Jackson en sorglegt og það er oft hannig að þú hendir í svona mikla super hits þetta verður svona worldwide bara sensational hit skilur já að þú dreipur ferilinn leiðni
Það alveg hættulegt því að þú bara hendur þessu lagi út og það spilað það mikið út allan heim. Þetta var langfinnsalasta lagi. En er hann ekki að gigga eitthvað samt eða? Ég hef samt aldrei hatað þetta lag. Ég hef aldrei mikið leið á þessu lagi, Despacito. Nei, ég að segja, þú veist, ef þú myndir heyra núna bara Gangnam Style Macarena og eitthvað svona, þá ertu bara og þú veist, að þetta eins og ég segi, þetta bara geðið þetta ná hendi svona lag. Já, hann bara með svo dreipur þau eiginlega með þið líka, sko. Hann bara með 6,8 monthly listeners, sko. Louis Fonsi Psy, já, það ekki stórt. Og með lagi hans fekk ykkur, sko. Já, hann var aðalega huge hit á YouTube, sko. Myndbandi var gott líka. Louis Fonsi með 29M, sko. Já, ok. En það eitt sem hins vegar ekki búin að hendi einn hittar og láta sig hverfa. Hann alltaf að vera stærri og stærri. Það pappan Steinda, Steinþór senior. Hann passa sig líka sniður. Hann passa sig að... Hann tók spá pásum daginn af því að hann var svo heitur. Já, hann passa sig að verða aldrei, sko, bara einhver stærsti grínistinn. Nei, hann veit vera alltaf rétt fyrir neðan alltaf. Hann ekki orðin Sóli Hólm eða Ari Eldjárn. Nei, hann ekki fyrir pressu. Nei. Hann vill bara vera þarna á sínum stað. Hann með sína fans. Já, og ég reyna þeim. Það hann með marga brandar í dag. Alltaf að senior geti fyllt gamla bíó. Hreinskilið? Já. Nei, ekki. Já, hann growing his fanbase. Hann væri að basically bara klukkutíma sjó, bara brandarar. Það alveg, sko, gamla bíó, þetta ekki 500 manns. Enga sögur, enga pælingar, ekki neitt sem uppistandrar að gera þetta. Hann væri bara með old school, bara hér brandari. En gæta það í 1,5 tíma, eins og þessi liður hjá okkur svona 10 mínútur. Já. Gæta hann þetta í 1,5? Hann gæti þetta í 2-3 daga. Já, við getum þetta að skoða þetta. Já. Settu upp sýningu með kallinu. Ertu tilbúin? Ertu montin á honum? Hann sé honum svona stór. Já, ég er stoltur á honum. En ég ætla að giska pönslaninni. Er það bara dögt? Já, það gaman. Það erfitt, en það er sannlega stemning. Þú glemdir alltaf að íta pásu síðast. Það var svo langt sem þið fórum í þetta. Þú kerði þetta bara í gegn, en þú er gaman þú pásar. Ég skal reyna þá að pása. Ok, pröfuðu að sjá hvernig það gengur. Ég hef ekki hlustað á þetta. Ég er svona að reyna að giska á hvar allt saman gerist. Er klárið í það? Já. Herru, þetta eru maður sjá, 2, 4, þetta eru 6 í dag. Vel gert. Ok, þetta er fyrsta aðeina. Presturinn sagði við fangan í ramastólum: hefur einhver að loka ósk? Við erum að segja hver loka óskin Ég veit hvað þetta er, og því hann sagði þetta við með daginn Ykkur partíð? Já, ég hendi sér stóri. Hefur ykkur að loka ósk? Bara bollukaffi. Ok, sko, þetta er ekki þetta Þetta er einhver leikum orð þarna, loka ósk. Í rafmagnsstólnum. Bara má ég fara? Já, má ég fara, við lifir að það. Já, ok. Við erum saman í Sjöflu. Já, gætu þú haldið í hendina á mér? Það er grillara líka. Það drepur hann gæja líka. Þessi var bara nokkuð þéttur. Sniðu brandari, dark svolítið. Ekkert ofgrófur. Nei, geðveitt. Var hann beint í næsta? Já. Hvernig finnst þið hann að byrja í dag? Hann byrja mjög vel. Hann byrja bara vel. Hann hefur stundu byrjað. Hann gæti spóla sig sem hann í meiri grófur aftur, sko. Þetta er 7,5 fyrir fyrsta. Já, herru, það var næsti. Þetta er náttúrulega, kynntu við inn, brandar og pappa míns, síni og slæður og leta strengi, gíska á pönslanir. Já, bara svo fólk viti hvað er að gerast. Já. Kærasti minn dömpaði mér, svo ég stal frá hann í hjólastólnum. Kærasti minn dömpaði mér, svo ég stal frá honum hjólastólnum. Sko, ég er með pönslaðan sem ég þóraði líka að segja. Jú, ég segja það. Og brandari. Já, ég er að spá að sleppa þig. Aha. Ég er að hugsa svona í bandarækjunum að þá viltu stundum að your former lover comes crawling back, fattar þú? Já. Ég er að hugsa bara að hann er búin að skríða eftir mig síðan að ég dömpa hann. Viltu prófa það? Já, ég þarf ekki bara rétt hjá þér. Ok. Giskið þið á hver kom skríðandi aftur. Blöð sterkurinn. Shit, hvað það er vel gert. Vel gert, Blöð. Enda er Blöð fellow comedian. Já, við lesum gott annan. Já. Beint í næsta. Hann er 9 sekundur þessi. Hinn voru 11. 9 sekundur. Af hverju mætti gólvari með 2 buxur? Af hverju mætti gólvari með 2 buxur? Þetta er að maður skýtur í sig eða? Já, ég hugsaði það. Ég er oft drullast á mig, ég veit ekki, í gólfin ekki skýtur snekki í þið, sko. Nei, þú varst ekki tvenna buxur. Nei. Maður hugsaði strax einhvern veginn að þetta geti tengst ykkur og svo leiðis. Já, en ég er alveg tómur. Alveg tómur, er þetta þá ef hann skildi bara skýti í sig? Það er sér lélegt pönslan, sko. Hræðilegt. Ég vona að sé eitthvað betra. Það var að því ef hann fengi hólu á einni. Ef hann fengi
Það komið tvenna buxur, hann skilti fá hólu á einni. Já. Ég náði þessum ekki alveg. Hólu í buxurna segast. Af hverju mætti golvarinn með 2 buxur? Það var að því að ef hann fengi hólu á einni. Já, gat á þær í rauninni, gat í buxunar. Ég veit hólu. En gat frá hóla. Þessi var ekki alveg nógu góður. Nei, við erum ekki maður þarf að velta hún svo mikið við. Við fyrir bara í næsta. Það var lúmskóður. Það? Já, svona. Þú eru ekki að vera hinskilið við hann og svo stóð. Það var ekki hræðilegur ekki. Nei. Beint í næsta. Hvað hefur þú sofið hjá mörgum? Bara þér, elskan. Hvað er sofið að mörgum bara þér, elskan, segja það. Og svo pöslaði. Svo kemur pönslæðin. Nei, kóttu bara með það. Það ekki? Já, ok. Er alveg tómir? Já, Í alvöru? Já, ég var vakandi með öllum hinnum. Þessi var bara alltaf lag. Hann er comedy genius. Hann er að hitna. Það er bara þannig. Ok, við skulum ekki. Mér finnst þeirra skemmtilega að heyra bara brandara. Já, það eru 2 eftir. Viltu fá hann bara alveg? Já, neldaði mig gegn. Þá það er fyndnar að hlusta bara á brandara heldur en það er ekki skáta. Ok, viltu fá hann hérna? Já, gott með það. Ef ég væri rappari þá myndi ég kalla mig MCA. Þá myndi fólk spyrja YMCA. Þessi var helviti góður bara. Nei! YMCA. Anskotin. Ég veit ekki hvort það sýnir sér að hlusta. Hann verður þá að taka bara alveg. Þetta er bara fínastu djókar hjá þeim. Þessi meðan lélir sem ég heirt. Ef ég hefði ritskoðað sem þið eru búin að banna mér, þá hefði ég sleppt þessu. Þessi var ekki nóg sterkur. Anskotin. YMCA. Hann þarf að enda á neglum. Já, kottu með þetta. Já, kottu með þetta. Þessi hefði eiginlega þurft að vera í miðunni. Já. Anskotin, já. En hei, gott þetta var ekki síðasti. Nei, já, þá hefði þetta bara verið vesen. Alvöru vesen. Það ætla að spila síðasta. Ég er 32 ára heiðarlegur alþýðismadur. Ok. Ég er 29 ára vendiskona og hrein mei. Hann endar á bombu. Hann endar á neglum. Hann veit að maður kann þetta. Hann endar alltaf á neglum. Hann vil meina að alþýðismenn séu þarna. Já, best að vera brandara var svipurinn á steinda þegar pönslalni kom. Það var gott, það var svesma á þeirra nú sko. Þetta var brandara pappa steinda seniorinn. Hann endaði á bombu. Það byrjaði nokkuð sterkt. Já, byrjaði í 7. Það var 1 lélugur. Já. YMCA, hann var ekki alveg náttúrulega. Það var bara lélegasti brandari sem heilt á æviðinni. Það var ekki alveg nógu góður. Helviti hart sko. En talaðu eitthvað gott, drengir. Hérna eru Úlfarnir okkar með að mínu mati eitt besta lag. Sko, við gáfum LXX lag ásins í fyrra. Hörru, þetta kom út 8. júli. Þið gáðu þetta lag út á ammælinu mín. Það er rosalegt. Það er sumarið. Þetta er orðið enda meira upp á slæðið mitt núna. Svartu skuggi platan, við mælum með henni. Hún er geggjuð öll platan. Hérna eru okkar menn. Þetta er FM. Vonum að svíkja okkur ekki sumarið en þið eruð að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og við ætlum að bíða aðeins með þekkið ekki því að Egill vildi tróða inn hér spurningjarni Gilsarans og var hún eitthvað stressaður. Við vildi fá hann inn fyrir 5 í dag. Já, og þetta er endar titill sem að hræði mig á þessari keppni. Þetta er bara hræðilegur titill. King of Bad, hvað sagður þau? Bad Little Boy. Bad Little Boy. Og ég haldi þessi væri seasonal, en hún hefur ekki verið áður. Það er ekki samkvæmt gögnunum sko. Nei, það er bara skiljanlegt. Þannig að ég var að spá í samt sko, ég hef verið með árlega keppni, King og Sprengidagur og Bolludagur og já, það var náttúrulega síðustu viku sko, sem er seasonal, en ég ákvað að flippa. Ok. Þannig að ég er að fara í skíðaferð og ég er í gýr. Það er eitthvað að flippið þér. Já, þannig að þetta er King of... Hvor er líklegri? Hvor okkar er svona líklegri til að vera Bad Little Boy? Sko 50-50 bara. Samt sko, þú veist, þú varst ekki að Bad Little Boy. Þú varst eiginlega bara nerd. Skilur. Þú varst króksari og varst þarna Steindi var Bad Little Boy. Það sem ólíkir ná sagt okkur að helviti oft sko. Hann var vondur. Eða vondur í gæsulöfum. Hann var svona, veit, það var óþekkur. Já. Þú varst bara eitthvað spóli hringi og aldrei spóla. En þetta er gellum. Aldrei spóla á bílum. Spólaðar aldrei á kúpnum. Tókst aldrei hamburgersubegur? Já, ég tók þær í hálskunni. Já, það er geðu veikt til þess. Hvað gerur það? Bara út miður í götu? Já, skaffiningaplaninu. Fær hann stig, já. Það er skaffiningaplaninu. Stólarni með fína sigur í Þorlákshöfn í gæra. Hánaði með mína menn.
Herru, þeir náttúrulega, sko, þeir eru öðru seti núna dryggir. Þeir eru með fn95blöð.is á rassinum. Þeir þurfa að fara alla leið í ár. Já, er þeir ekki... Þeir fá það final. Já. Er þeir ekki líklegir að taka þetta? Hanskot. Þeir eru með fínasta lið. Það reyndar bara bónustildin, geggju núna. Það eru, ég held að þessi 4 eða 5 lið sem getur unnið þetta. Káringar náttúrulega lótni byggamestrar, búin að vinna einhverja 7 eða 8 leiki í röð. Svo þetta með Grindavík, Stjörnuna, Tindastól og Val. Ég held að öll þessi lið gætu orðið Íslandsmeistari. Það er 1-0 fyrir blöð. Því ég var að bæta við, hefur tekið hamburgersuppeyju á króknum, hann fekk punkt. Á króknum, akkur ekki bara hamburgersuppeyju? Já, þetta er mín keppni. Það er gaman, hefur haft þetta bara hamburgersuppeyju. Það er fengið punkt líka. Þannig að king of being a bad little boy fyrir velastæða fyrir Blóðan Dale. Spurning nummer 2 er, ertu a bad little boy? Nei. Sem þýðir hvað? Þetta er spurning. Það spyr enginn Björn Braga í Gettu betur, sem þýðir hvað? Answer the question. Er ég a bad little boy? Nei, þegar ég hugsa samt til að við bara fullorðinn maður. Þegar við löppum niður stigan á Caesars, pillum okkur hérna á rúllunni. Gamli frá okkur. Eftir það okkur. að gefa bad little boy. Samt ekki. Þið eru bad little boy. Nei, ég myndi segja það verður bara alls ekki. Ég svo er ekki ánægð með eitthvað sem ég var gamla að Steindi sig að kalla sig a bad little boy. Ég bara, hvað er að gerast? Ég er ekki eins og að biblía að segja að ég er að gamla. Segir biblía það? Fáum við ekki punkt að það blöð? Að við sem bad little boys? Já, sást ekki fyrir þér þetta sem ég var að Já, það er bara aldrei gest. Þetta er svona mennir að mæta á sínum tíma, sitja það eitthvað neitt kaldar eitthvað. Nei, ég segi nei. Nýkomur og þú segir það, þá er það ekki svalasta í heimi, sko. Nei. Það er bara 1-0 fyrir blöð, þá verður hamburgersuppeyjuna. 1-0 fyrir blöð, þá verður hamburgersuppeyjuna. Ertu að bad little boy sem slefar og hrítur í flugvölum og drullu saman hvað öllum öðrum finnst? Nei, ég reyna að slepa því. Það er 1-1 greinlega. Hann áttur að svara. Ég ætla aldrei að gefa einhverjum punkt fyrir að ég heyri svarið. Já, ég hugsi þetta ekki. Því ég fór að hugsa þarna, skít sama hvað öllum öðrum finnst. Það er aðeins að stríða mér, en svo fór ég eftir að hugsa, þú veist. Það er eins og þessi sama. Svo mér það alveg, þú veist, mér sleðilegtir í lendi þarna í þegar flugferðan stóð yfir mér og ég var í miðju svona slefi, sko. Og ég var anskotin, maður bara gæti ekki, ég var á bollnum, þetta var svo vond staða sem ég er í. Þú verður vel að taka punkt. Það var eiginlega sama, þú spáir í því. Nei, mér er alveg sama ef ég er eitthvað, ef ég svo hann til flugul og slefa eins og eitthvað sem lappa framjára frá klósti og sér, mér finnst mér alveg sama. Þú lóði ekki eini gæði sem er slefaði flugvel, sko. Nei, mér finnst það ekki það slæmt að hafa slefa. Ég er ekki alltaf slefandi. Ég er bara að segja, ef ég lendi í því að slefa einu sem tvisar ykkur flugvel. Það sem gerir mér reyða maður, þessar gælur sem að paparötsuði og settu það shit online, sko. Já, það var ítla gert. Maður bara slefi friði, sko. Ég sammála því, sko. Þið sjáu Steindi að slefa út í flugvel. Leifum hann að slefa í friði. Hætti því nú. Já, þú veist kannski ekki að senda alla vinir einhverja slefmyndra mér. Það er bara Nei, þetta fór um allt. That shit went viral. Það er bara hann. Varst það bad little boy á sprengidegin núna í vikunni? Nei, þetta er ekki sagt það. Það var mjög eðlilegu dagur. Já, ég er sammálað, þetta var mjög eðlilegu dagur. Þetta var, þið vissir og þetta var, hvað, 3 dagurinn eða ekki? Já, ég held maður myndi alveg muna það, bara mjög stutt síðan dagar. Bara mjög eðlilegu sprengidagur. Ég fekk mér ekki eins og fenguðu ykkur saltkjöt og bönir eða? Nei, sem er alveg aðalegt, þetta er uppáhaldsmaturinn minn. Ertu a bad little boy sem ert stundum að skoða síður sem áttu ekki að vera að skoða? Síður sem áttu ekki að vera að skoða, hvað meinar þetta? Á ekki að vera að skoða, hvað veist? Tjúmillega leðilega gerði maður hótt bara í lenni sig. Ég er svo ánægður að vera ekki. Ég var í svo fínu gíra. Djúvillig gott að vera spyrill maður. Já, maður verður að fara inn á einhverja síður sem maður átti ekki að vera að skoða endilega. Það er hræðilegt að vera í okkar stóli í þessari keppni, sko. Já, bara óþægilegt. Það er eðlilega gott að vera spyrill. Það er nú glátt inn. Það ekki? Já, heldur að þú verðir a bad little boy á konudaginn og í staðin fyrir að færa frúnni í rúmið pönnukökur, omelettu og kaffibólla þá færir henni einungis lim. Og ég bara það, djöðl orðað þetta var ógislegt. Ég bara var löng. Vanalega er spurningan hjá mér bara ein setning. Þessi er 2, sko. Ég vil útskýrta þess vel og ég gat. Ég mun örugglega frekar reyna að kaupa eitthvað fallegt. Já, sami hér. Og kannski færi hitt að fylgja. Ekkert eitthvað svona lappin, allsber eitthvað. Nei. Bara til hann ekki með konundaginn ástu mín og Nei, ég held að bara Svo er því Þá er ég bara orðin vika og vika. Já. Ef ég fer í það Skiptum skrá. Já.
Nei, það ég myndi að bara, hvað Heldur fyrir beint viku og bendi það Nei, ég myndi að hvað grilla bara allsber og segja gleðilegan konundag Lappa inn allsber og segja gleðilegan konundag Það bara í alveg bara eitthvað að Það eitthvað mikið að þér Það er búin að haldi verið fullur Hvað ertu okkur livjum Hvað mikið eftir það og hvað staðan í þessu? Djöfull þetta óþægilega Ég veit, það sé skrítin, ég fann það bara lögðu byrjaði Þú stjórnar því, þú veist það Þú fæði þetta ekki sent sko Ég byrja að semja þetta og hljómar þetta og eðla Svo byrja ég að segja þetta upp á daginn Ok, slepptu þá eitthvað ég nenni ekki Nei, það eru mjög, það er ekkit Það eru, jú Eftir það mikið bad boy að heilt bæjarfélag á Íslandi hatar þig út af lífinu Allir vona ekki Já, ég vona nú ekki Nei Við þurfum að vera alveg hreinskilin hana Já, ég Þetta er alveg grelin Já Ég fatt Ég ætla ekki að vera leiðilegur en þeir eru ekki alveg búin að jafna sig og Mér finnst their rant sem það hendir í hann á 7 tíma Já, ég er náttúrulega Steindi vill ekki að setja rifið döð Nei, en í fyrsta lagi hendi ég náttúrulega aldrei á rant og orð mín voru tekin þetta á samingi alveg big time en ég veist mjög hæpið að allt bæjarfélagið hatið Eigum að gera eitt Eigum að ringja bara í blöggastinu bara random númer á Grenivík og spurja bara hvað finnst þér Steinþór Hróar og bara spurja hvort það sé eitthvað svona grödd saman Ef allir segja bara hann er frábær sko þá er þetta bara kjaftaði Ef allir segja bara, þú veist, ég vil ekki heyra þetta nafn bæðið minn aftur Hann myndi aldrei vera þannig að gæti komið kannski hvað finnst þér að Steinda? Ægir mér svona óþarra sem hann sagði bæinn En hvað var það sem ég sagði? Þetta væri, að þú sagðir að Rikki væri bara eitthvað bílaður að fara frá Eyjum og Grenivík af öllum stöðum Skulle ekki rifja það upp, sko, rífa þetta sár aftur upp Ég get nefnilega alveg rifjað upp Það er bara ykkur þægilegar og betra fyrir mig að rifja þetta upp Því að þetta er orðið svo skrítið Það sem ég sagði þarna var basically að Rikki var ég var að horfa á hann taka mjólkuglas af Jagermaster Svo sagði hann ég er að fara bara við fjölskyldunum til Grenivíkur Ég sagði, hvað meinur þú? Þú ert hér á Eyju á þjóðhátíð Það ert að fara hérðan til Grenivíkur í þessum Jagerina og það fannst mig grilla En þú veist, við getum fundið þessa klippu Því að það sem ég var að hugsa var bara Akkur ertu ekki bara hérna með okkur og fer bara á morgun En þú veist að allt sem að allir þættir sem við tekið upp eru til Þannig að þú vilt meina þú að bara setja þetta svona og þessna að við byrjaði Það var alltaf að meiningin, já Það var meiningin Ég er að segja, ég var ekki, þú veist, hvað heldur ég segi bara tala niður eitthvað bæjarfélag Orðin eitthvað ruggla Ég er út á landi góður, sko Orðin eitthvað ruggla Nú orðar þetta eitthvað óspekla Ég er bara, gerir bara könnun Tökum einhvern random símtölaninn til og bara kannski er ég að lesa vill í stöðuna Heldur betur maður Þú ert að lesa massíft vill í stöðuna Kannski öllum sama Ég get lofa þig að þú ringir í random íbúa hana Bara Grenivík og segir, heyrðu, hérna Hvað búa margir það? Ég vil að fletta þess Steindi, hvernig finnst þér hann? Þá er það náttúrulega bara Þú veist, það tengist ekki þessari umræð Þá er bara mannskir að segja bara, já, mér finnst það skemmtilegur að mér finnst það leðilegur, sko Heldur að sé 300 mann sem er heima hann, sko Heldur að sé ekki, ef að búa 300 manns þarna Þetta er ekki margir Þetta við borist í tal hjá fólki í bæjarfélaginu þegar þú settir þessi orði í lofti Alls ekki Ef það er eitt kaffihús þarna Þetta er 300 manna bæjar, ekki 20 kaffihús þarna, sko Þá er líklega, það er einhvern sem segir Þú hvað sáðu þér Viltu sig úr hann því? Grenivík er basically mitt annað heimili Það er gæði sem hringdi bylgjuna og lastaði stöð 2 Hann á þeim á Grenivík sá gæði, sko Nei, ef Grenivík ætti að vera fullótingu, þá ert það full Ef þú ert búin að vera með einhverja svona litla stúkur Já, líka hann er búin að vera að halda þessu bífi og floti Já, og bara, þú veist, ég held að fólki á Grenivík sem fara að sjá í gegnum þetta fyrir lungu Og ef ég væri þú, þá myndi nú ekki fara í útilegu þangað, sko Ég held að það sé mjög illa síðan Talandi um útilegu, við erum að taka upp aukaþætti hérna fyrir Blöggast í sumar Við ætlum að fara í útilegu og gefa 10 þætti Hvar er næsta stemningin að kíkja? Við erum ekki svona úti, einu sem getur bakkað upp er Steinþór Það er einu sem getur bakkað Það er ástæðan við ætlum að gera þessa þætti Við þurfum að sjá allt sjálfur Bara að tjálta Við verðum bara, ég held að ég og þú verðum bara verða út Nei, ég skal tjálta fyrir ykkur Ef hann farið til Grenivík Ég verð til svona Rikki G hjólísi Já, en það sem við þurfum að gera svo er að við þurfum að fara í útilegu sem er bara Við þurfum að fara í hana og gista þar
En hún þarf að vera bara svona 5-10 minútur frá Reykjavík af því annars fáum við enga gesti 5-10 minútur frá, þá bara fara Kórakverið bara í Við förum náttúrulega við eitthvað söður Þú keirir klukkutíma, hvað meinar þú? Hvað meinar, ef þú ætlar að fá bara fossetan til að koma í Við erum aldrei að fara í það Við spjallum bara fólkið sem er að tjálta Fáum the president í spjall Halla Tómasson sem lofaði okkur einn í þættinu þegar hún kom til okkur við erum fyrstu sem kemur í mat til hennar Hvað er það búið? Ef ég verð fórseti hvað er það fyrstu gæðin sem kom með þið Hún sveik það en það er nú bara við fyrirgefum það Við höfum ekki séð eitt bótt og nokkar manneski en það Hún býður okkur einhver tíman Við hljótum að fá mail en ég held að ættum að fara að strákara því að það er ekkit létt að fá bara, ætlum að fá kannski, hvað er þetta, 10 þættir? Við eldum bara einhvern sem er að fyrir útilegu Eldum Rikka eitthvað En svona öllu kannski sleftu steindi Myndi að bögga þig að fara til Greinni ykkur? Nei Það sé hræðið mig bara við þetta útilegu dæmi er að Steindi er svona mauskæ Hann getur dúlla sér í að setja upp eitthvað tjald í og þú Við erum bara að vera á hóteli Ykkur verið kallt Við erum bara að vera á hótelum og þú reyndir þetta Þú tókst hjólið sér hana Manstu hvað það gerði? Þú kerðir að stað með allt var ekki hjólið sér, það var húsbíl Fólk öskraði eftir Hvað er ekki að lagi með þau drengur? En við erum ekki að fara í tjald eða? Tjaldi eða svona tjaldvagn Nei, þetta er bara einhver 300 fermetra luxus það er ekki út Ekki að fara í tjald Það er ekki út Þú leggur þeim bíl á tjaldsvæði Ég tek bara hundin með og við verðum með lítinn varð Já, varðeld og ég skal grilla fyrir ykkur börgæsma Við gerum þetta sumar Við mætum að skipla geta betur Ein eftir, hvernig er staðan í þessu? Það er 3-2 fyrir Steinda, þú getur jafna þetta 3-2, þannig að Steindi, þú ert king of bad little boy Býttu nú við, þú getur jafna þetta Er þetta bad little boy sem elskar að stara og blöður? Nei, þarna getur blöður að staða ég er ekki blöður kallin í þessu þetta En þú getur tekið þetta punktblöð og þá er þetta X Ég hef ekkert eitthvað rosalega gaman að stara á blöður Ef þú ert einhvers staðar bara starandi á blöður þá er bara eitthvað mikið aðeins líka Það er bara fólk maður bara heyra það Sleftu því að standa og stara Hægt að kalla þetta blöður Það er ógeðslegast í þessu Þetta var King of Bad Little Boy og Steindi er það King of Bad Little Boy Topp tónlistarstöðin FM 957 Man vel þegar þetta lag kom út Þetta er svona, hvað segir maður, Anthem of a Generation in the club bara Get Rich or Die Trying er bara einn besta plata Já, bara eins og besta Já, þetta er svona eitt af þessum lögum sem maður heyrði í fyrsta sinn og bara hvað er að gerast hérna 50 Cent in the club en það er hins vegar komið að lið hér í F95 blöð sem er búin að vera í ágætis pásu og ætla að setja hérna svona þægilega tóna undir Já, ljúfa tóna Já, hérna er okkar besta fólk, Jón Jónsson og GTRN Já, eitt verður að prenta hann Við erum að fara í liðin þekkið ekki Já. Og eins og ég segi, þá þetta hefur ekki verið hjá okkur í nokkra vikur Ég er líka búin að spyrja ykkur að nánast öllu Þetta verður alltaf erfiðar Þannig að ef það er eitthvað fólk að núti sem á ykkur að góða spurningar endilega senda það með á gramminu Því ekki veitir að ég fílin að lið, mér finnst alltaf gaman að frí hann Og ég held ég sem ágæti spurningar hald ykkur í dag Hvor ykkar vill fara á prettarann utan? Ég skal vera fyrstur Steindi fer fram Hoppa Steindi hérna á prettarann og við Egill erum bara tveir hérna eftir Erstu tilbúin Egill? Ég klár Djöfull finnst mér fyndið að ræða Greinni ykkur stund Já, ég sé þetta Hann er svo mikill people's person Hann vill ekki Hann þólir ekki að við séum að tala að sé eitthvað bæjar Og meðan þetta, nú er hann ekki að hlusta Hann er hann frammi Ég veit hann tekur ekki þáttina og vísi Nei. Meðan hann þetta fyrir taugadránum Það þarf ég eiginlega að halda áfram með Greinvík Ég spurði hann að þú vorst að pissa henni eftir einhverjumina Ég bara mér þetta helviti góð hugmynd að ringi fólk á Greinvík og spurði út í þetta Já, ég er bara að sleppa ég og láta þetta gleymast Við ætlum að fara núna En og svo að það sé líka tekið fram fyrst að hann er nú ekki hérna og mun ekki að heyra þetta Hann sagði aldrei neitt slæmt Greinvík Nei, þessi það skil ekki okkur að hann er að spá svo mikið í Hann er nóiðasti maður sem ég þekki Ertu tilbúin, Egill? Já, klár Fyrsta spurning Já, herðu, talaðu um Steinda Hverju viltu að Steindi hætti? Þú mætti velja eitthvað bara eitthvað í farans eða eitthvað bara í útleita bara eitthvað sem ég myndi velja bara Hverju viltu að Steindi hætti? Já. Hverju á hann að hætta? Sko, alltaf sem allir hugsa núna sem eru að hlusta alltaf bara, líklega allir hugsa núna að hætta bara seinn Já. Þú veist, út af því að alltaf við erum oft tveir einhver staðar og hann er seinn Býði eftir honum Já, þú veist, við erum orðið vanir í Já, það er ekki það hjá þér Já, þú veist, ég er svona, ég er ekki bara að velja winner Mér langar líka að hætta ofugsa hlutina Já, ég hugsa það að gera það stundum Þú veist,
og hann tekur rönt svona sem er ofugsa hlutina og fer ykkur bara, þú veist, hausinn hann fer alveg flegi ferði ykkur ofugsun sko. Já, þá fyrir við stundum í private chat og segjum, hörru, það er rant í gangi. Þá sæðum við okkur bara út úr chatinu í klukkutíma og þá róast það niður. Svo langum líka eins og bara, þú veist, eins og nú er ég að hugsa bara heilsuna, ég vil hafa hann á lífi sem lengst, ég myndi vilja hætta að hrjóta hann að fá sér græjuna hana, vélina sem hann vill ekki fá. Það er þetta vel hugsa. Hann að sofið betur. Hann á að hætta bara að sofa svo lítið líka. Hann hattar að sofa, hætta bara saltstangir alltaf daginn, en ég held þetta sé hann líklega mun giska á það samt sko. Veist það fuck it, hætta ofugsa hlutina. Já, hann mun segja seinna eða ofugsa. Já, þannig að það er, þú veist, seinna, þú veist, og það er bara vanuð því. Já, ég vanu því að ofugsa svona, það er verra. Ok, þá er það næsta spurning, hvað heldurðu, og þetta er líka bara fólk sem er að hlusta geti hugsað þetta sjálf, ég veit ekki eins og hvað ég væri þannig, ég ætla að reyna að hugsa hvað heldurðu slítir of pappír þegar þú ert að skeina þér eftir hægðir og ég veit að ég ætti ekki að þurfa að segja að skeina þér eftir hægðir en fyrst að vera með manni hérna í stúdíónu sem að skeini sér til gaman, þá er ég að tala um eftir hægðir ekki einhverjar stemmings- eða svitaskeilur. Kúkaspurning maður, það er alltaf gaman að bara svona skeina, veist, hvað heldur að þá er ég að tala um, þú tekur pappír, svo slítur þú þetta veldur alltaf mataræðinu. Sko, en ég er að tala um hvað heldur bara meðaltalið þitt Já, ég það út af því að ef mataræði frábært þá sem þú skeinur þeir bara og þú veist og það er bara einu sinni sko það bara kemur ekki neitt á pappirinn einu sinni? Nei, það kemur ekki neitt á pappirinn það er bara fullkomin hæging og það mataræði upp á 10. Já, ég er með ágætis mataræði, ég þekki þetta ekki Ok, sko, en svo alltaf ég myndi segja svo með slætt mataræði maður tekur 1, 2, 3, maður tekur svona pappirinn sko, ég average þarna, ég tökum með, ég segja 5-6-unum Já, ég var að hugsa 5-6 Það er skrítið, en ég hendi það bara 5-6, ég held ég sé með þér þar Já, takk Sé bara sjöfa Herru, ég spurði þið fyrst hverju vilt að Steindi hætti þá ætla ég að spyrja þið núna hverju öfundur Steindi af Ég ætla að öfundan fyrst var bara fyrst mansion Já, húsið og það er huge og hann er með pott í garðinu Ég get lofa því, það er enginn á Íslandi sem nýtir potti sem ég vel Nei, menn hann er alltaf í honum Margir koma pott og segja ég sé þetta, ég er aldrei í honum Hann nýtir pottir sinns Við erum ofta skemmt, það erum búinir eitthvað 12:30 hann bara djöð hlakka til að komast í pottin Ég bara þetta bara í pottin Já, líka, og það er kannski 2-3 nótt samt þarf hann að vakna klukkan 7 sko að það er liksom partur að ég sagði á þann að ég vil náttúrulega sjá hann keyra upp svefnin sko hann er leiðild að sofa sko þannig að hann er í Hattar að sofa Ég öfunda hann alltaf lofthæðni líka heima hjá hann alveg lofthæð Já, hann er þetta húsið sem öfundar hann mest af Ég öfunda líka þessu yfirvaraskeggi Ég veist það þegar hann er með rosald yfirvaraskegg sko þegar hann safnar og líka eitthvað þegar ég öfunda líka af svona daginn, hann getur sleppt í að raka sig sleppt í að klippa sig, bara í marga mánuð og enda bara eitthvað supermodel það er allir bara að tala um djöðlega Steindi huggulum leit vel út hann er ekki bara að klippa sig og raka sig í svona 7-8 mánuði sko hann er með gott lúknum ef ég er algjört ógið, ef ég klippi eitthvað 2 vegna fresti sko Já, ég fór ekki í klippingu hérna í einhverja 7 mánuði í COVID og ég var bara ég var ógeðslegur og hérna, hann einhvern veginn kemst upp með þetta þannig ég veltaði fyrir mig hvað ég vil sem winner þarna er það the mansion, eða er það að geta sleppt í að raka sig og klippa sig og enda svo súbóð, ég vel það Ok Ég öfundan að því Supermodel þó hann raki sig ekki og klippi Það var ekki flókið Já, herru, þá er eini í lokin hérna sem er bara svona maður segja, supermodel án þess að raka sig Nefndu tölu 1 upp í 10 7 Ok, herru, segðu Steindi að koma Hvað er að gera þetta? Eða klippa, ég er alltaf náttúrulega að skrifa þetta hérna Kemur Steindi Herru, helferkir Hvernig ertu? Ég er góður maður Ekki, varstu að slökkja einhver elda? Varstu að slökkja einhver elda þannig fram í? Nei, ég fekk samt hérna Fekk skilaboð frá Grenivík Grenivík bastans í talinu minn og fram í Já, það er komið Hvað var sagt? Það er, skal ég segja þér bara ábending að vera að benda á fólk sem að er hægt að ringja í og taka stöðu sko Já, við getum tjekka á þessu í blöggastinu Ertu tilbúin í Já Þekki ekki Vonast hérna Grenivíkur er til dæmis hérna hjá Ölgerðinni og fleiri þannig að það er hægt að hlera þetta fólk Það er hægt að hlera fólk þannig að Já Fyrsta spurning Hverju viltu að Egill hætti? Það er að tala um bara alveg sama hvað er bara í lífinu Sko, hann náttúrulega ætti að hætta í rauninni bara eiginlega öllu sko sem hann er að gera sko Og eins og hvað? Eins og Nei, hann ætti bara að lifa öðru í sér líf Hverju þá? Það hætti að fara svona snemma að sofa þá
Já, sko aðalega það. Þú veist, hann ætti að hætta að fara snemma svo. Það er aðalatrið. Já, við skulum bara hafa leifunum að lifa hinsegin líka, þú veist. Það er margt sem að hann getur breytt. Það er nokkur róst. Vildi hann hætta að endurtaka hlutina í spurningakeppninni? Já, bara hætti að vera svona. En hann mætti allavega hætta að fara svona snemma að sofa. Ég meina hann að missa af bara bestu klukkutímanum. Nei, og sko þú mátt ekki gleyma því, fyrir honum eru bestu klukkutímanir fyrstu klukkutímanum á mannana. Þetta er bara fólk er mismunandi, það getur ekki allir verið eins og þú. Nei, en þú ert ekki að spila einhverja töluleiki með vinirum á mótnana kl. 5 sko. Hann er ekki töluleiki. Eða horfa á einhverja seríu eða. Nei, þannig að ætlar að hafa það. Þú veist hann eftir að gera milli 5 og 8. Þá er hann í tölvunni með kaffibolla og eitthvað. Já, þannig vilt frekar hann hætti snemma, það hefur vel. Hann hætti að fara að snemma svo frekar heldur en að endur taka sömu spurninguna aftur og aftur. Já, ég vil að hann fari fyrir að svo. Ok, maður segja, þú vilt að hann hætti að fara að snemma svo. Ok, þá næsta spurning, hvað heldur að þú slítir oft pappír þegar þú ert að skeina þér eftir hægðir? Þessi er svolítið sérstök. Já, ég þurfti líka að segja hægðir af því að þú ert ofta að skeina þér betur gamans. Já, ég meina ég vil bara vera snirtilegur. Snirtilegur? Hvað er þetta að segja, ég sé ekki snirtilegur? Þú sé ekki alltaf að skeina mér einhverju partískeinum eins og þú? Nei, ég er að segja, ég skeini mig bara mikið af því ég er snirtilegur. Nei. Og til kækur. Já, það er meira það og svona hálfur rugglaður. Já, svo er ég ekkert að því alltaf sko. Stendi ég með þér alltaf. Ég held að við hefum aldrei farið á svið á sem farið inn á klósett og skeinið þér undan. Þannig að hætta að ljúga á hlustundum. Hætta að segja svona. Þetta er ekki rétt. Ég myndi segja að Fárið tala um tekur, slítur 15-20 15-20 sinnum. Já, það ekki. Segir 17 þá. Þú tekur 17 sinnum. Já, líklega. Djúpill er það mikið maður. Já. Er það sant? Þú getur ekki tekið bara 2-3 ár og haldur sér fít sko. Nei, mikill munur á 2-3 og 20 sko. Já, svo tekur maður líka 4-5 auka sko. Þannig að þú segir, ok, hvað ætlar að segja oft? Þetta er ykkur stað þarna sko. Og ég segja 20 sinum eða segja 17 sinum? Ég myndi bara segja 20 sinum. 20 sinum, ok. Já, það er svolítið mikið maður. Þá er það 15 sinum. Nei, ég set 17 sem ég var með. Þú sagði milli 15 og 20. Ok, hverju öfundar þú Aklað? Ég öfunda hann að hann er skipulaður. Já. En hann er samt ofskipulaður. Hann skrifa niður það sem við erum að segja. Stundu sitjum við með honum og hann er að skrifa fullu og hann er að skrifa niður samtalið. Nei, það er alltaf bara tengt þættinum. Já, þú veist hann er ekki að taka niður samtalið okkar. Við sitjum ekstra og lífa bara að fá okkur pítsu. Nei, en hann skrifa samt ekki bara niður eitthvað í þættinum. Hann skrifa niður allan fjandan. Hann fer út í búð og kaupir eitthvað. Hann fer í IKEA og kaupir eitthvað hluti. Hann skrifa niður. En samt öfundur hann? Nei, ég tek það tilbaka. Ég öfunda þetta ekki sko. Ég myndi aldrei nenna að vera með svona bókald yfir lífið. Nei, en er eitthvað sem öfundur hann af? Já, ég meina hann er sko það er góð hæð á honum. Hæðin? Hann er með virðulega hæð. Hann er ekki sláni. Fattar þú? Nei. Góð hæð á honum. Hvað ætla hann sé? 1,84? Já, cirka. Þannig að öfundar hæðina. Það er góð hæð. Já. Nei, heyrðu, ég veit þetta. Ég öfundar mest fyrir að geta hita bílinn í símanu sem. Þú getur að lappa út og hita. Ég ætla að hafa hæðin frekar. Ok, hita bílinn. Hita bílinn. Svo lappa hann bara út í hita bíl. Það er eitthvað sem þú getur bara græjað sjálfur. Ég þarf að fara út í hlað og starta honum og býða sig hann bara. Já, þú getur fengið bíl sem að hitar. Það er njágjarni bíl. Það eru flestir á þannig í dag. Já, ekki ég. Ég er öfunda fyrir að vera á þannig bíl. Nefndu tölu 1-10. 9. Ok. Herru, þá fáum við Egilinn. Hvað var talan? Þetta bara síðan, það skiptir ekki máli. Já, engin spurninga. Nei. Hvað er lagstur á gólfið? Maður mættur þetta við pressara. Álag á honum. Herðu, þá förum við yfir þetta drengir. Ég man ekki svona hver vann síðasta. Svo langt sem við fórum í þetta. Eru tilbúinir? Já. Yes. Steindi, ég spurði Egil hvað vill Egil að þú hættir? Hverju vill hann að hættir? Sko hann myndi líklegast vilja að ég myndi hætta að mæta of seint. Nei, ekki segja það. Það böggar hann ekkert að ég sé að mæta of seint.
Því hann bara alltaf í tölvun og nýtir bara tíman Ef hann segir, hann sendir frekar bara heyrðu, lát mig bara vita að þú ert að koma skiptir engum máli hvernig þú kemur, lát mig bara vita að þú kemur þá hætti ég að gera sem ég er að gera og fyrir að sinna þér sko. Ok, hvernig vil það þá hættir? Það böggar hann ekki neitt sko. Ég var að fatta bara því ég sagði, það böggar þig sko. En það böggar hann ekki. Ég held að sé þá að ég hætta að flækja hlutina. Ég gef rétt, ofugsa hlutina. Þetta er bara rétt hjá hann ofugsa. Ertu snillingur? Þetta er komin að blað. Málið er að sko Skjúið þetta gáða þarna Málið er að ég sko að flækja hluti þú veist Já, ofugsa Þetta er ekki að ofugsa mig Það hausið fyrir að flug, flækir það Málið er að it's in my DNA I'm a researcher, ég er að velta steina Ég er að skoða allar hliðar Þetta er ekkit endilega eitthvað hræðilegt sko. Stundum er þetta positive Skilur stundum og þú ofugsa hlutina Kannski bara gott fyrir alla hérna Ég spurði Steinda sömu spurningu Egill, hverju vil hann að þú hættir hann Steindi? Sko Ég myndi halda að til dæmis væri hann alveg til að ég myndi hægt að tala hans blöðrukall til dæmis Ég held að það fari Mónu fyrst það komið gott Mónu fyrst líka alveg komið gott að ég að tala þetta atriði með Grenivík Þannig að ég séð á hann Sá hann á hann er alveg til ég að það myndi fara að hætta Ég er mjög sammála því Ég ætla að gefa það er ekki svarið mitt Það hefði við átt að vera svarið mitt Og hann er líka ánum þreyttur að því að tala hans er góður að benda á penisa Nei, Grenivík böggar mig meira Ég var ekki með penisinn dag í kentinni Líka bara orðið fínt Svolítið margra ára Ég er aðeins blöðurukall Nei, hann vil að þú hættir að fara svona snemma að sofa Hann er að hugsa þig Það er að hugsa þig sko Herðu þá getur þau skelltir í the world með headset Það var ekki öðvöld Ég ætla að byrja á þér aftur Ég ætla að byrja headset heima núna Já, þú getur notað það til dæmis Byrja á Steinda áðan Egill, ég ætla að byrja á þér Hvað heldurðu að Steindi slíti oft pappír þegar hann að hægja sér og er að fara að skenna sér Það náttúrulega er ekki en average man í þessu og sá sem er nær svarinu fær stíð, það er stíð í búið Ok, má ég segja ekki gefa nefnum misbendingar og passaði líka, ég ætla að gefa ekki upp þitt Nei En málega er að þetta er ekki endilega þetta er ekki svítaskeinan Nei, þetta er eftir að hægja sér Ég er raunin að hægja sér og hann náttúrulega er mjög slæm mataræði þannig að það kemur hann þarf að skeina svo oft sko Það er ekki þannig að bara þetta er ein skeina á búið sko. Ég ætla samt að segja ykkur eitt að mataræðið það er bara ekki það slæmt sko og í öðru lagi þá ef þú ert bara að geta einhverja fiskibólur í bleikri og rasp og eitthvað svona dæmi þá ertu skítafar sko Við erum að tala bara um kjúkling og góðan fisk Já, sko ég get ekki það eða mikið kjúkling Ok, hvað er svarið? Það er bara smaturinn minn sko Þannig að ég segi að þú ferði í allt og svona Ég held samt að sérst hann er skeinari að eftir hann er búin að skeina sér þá tekur það 3-4 svona auka skeinur þó að hann er sér löngu búin að skeina veitu hvað er hann það tekur 3-4 auka svona bara doppeltsekka allt sig í gýr þannig að ég held að hann sé 12-13 skeinur sko 12-13 Hann sagði 17, þú ert 4 frá í 13 Það er bara heldur vel gert maður Sko, málega það 17? Já, málega það Betur hvað kaupir við klóspapir mikið á mánuði? Það er bara slatti Já, svo er að noti pappirinn í eitthvað annað en bara þetta líka Hvað segir Ótti Sigurðun? Það eru æskarni getur frá að þú gett klóspapir í leðinni Hvað það oft gerst? Já, sko Það hefur bara oft gæst fyrir heimilið Lítur að vant oft Það er líka bara alltaf fullt af fólki heima Alltaf fullt af fólki heima? Já Hvað er þetta bull? Hvað meinar þú? Þú ert að nota pappirinn svona á við 4 Já, ég er að segja að það er alltaf fullt af fólki heima Ég har fullt af börnum, fullt af vinum heima Það er alltaf heima, allir að nota pappir Og er allir að skeina sér Það þurfa allir að fara á klósett Klósett eru til þess að nota þau Hvað heldur þú sé bannað að fara á klósett heima Fólk er bara velkomið að fara á klósett Það er ekki bannað nýstaðar En ég ætla að segja sálega sjálft Ef þú ert með 17 þá ert þú að nýta pappirinn En það næstu þið bara heil rúlla En ég ætla samt að koma aðeins inn á þetta Svo fólk haldi ekki að ég sé hérna algjör skeinikall sko Þú ert það? Algjör skeinikall? Já, nei, ég ætla að segja aðeins hvernig ég gerir það Ég byrja á því að taka ágætis pappír Og þurrku við setu, kannski Heima hér? Já, þú veist ekki beint bara svona Þú veist það er bara hann En ég set onni Maður gerir það vanlega á kamri og Ég er ekki að taka Nei, ég meina skilur svona splashword Þú setur pappir onni fyrst Þú kúkar ekki bara onni vatnið Já, setur onni Þú setur pappir ofan í áður að fara á klósiti Vistu leiðilegt að skvettist vatn á punginu aðra Þú veistu bara það Þú lætur það bara ekkert gerast Því að það er bara ógíslegt Fattiði, er þið í því? Ég er bara að læra með best of the best Þú ert að svara Steindi, hvað heldur að Hægur er ofan í pollin
Ofan í pollin, nei, bara ofan í klósettið. Ég er ekkert að hægja mér ofan í poll. Nei, ég meina, en þú veist, hann fer þar Þú vilt hafa pappir þar, skilur Nei, að þá ertu að fá stundum einhver að dropa og kynna það aldrei lent í Hvað er þetta að fara niður með svona rosalegum krafti þær? Já, sko, Hvað er þetta ertu með kveldskýtu? Nei Nú, þú ert að tala um það, annars gerist það bara upp á raskinu næðina, sagður þú Þetta gerist frekar á að vera með harlífi frekar heldur en kveldskýt Ertu með harlífi? Nei En ákveður þá setja þetta í klóstið? Nei, ég er að segja, hvernig hæður þú eiginlega með að þú hefur aldrei lent í því Ég lendi bara ekki í því og gerir aldrei splassvörn Mest það bara merkilegt En allavega, það sem ég gerir er að ég set þarna splassvörn ofan í sem er alveg ágætis pappír Hann er að koma einhverjum krafti þarna hefði Nei, bara alls ekki Og skvettist upp Bara eðlilegum hraða En þá þarftu ekki splassvörn Jú, það er Þetta er svona litlu klósetti Nei, það er bara snirtilega Hann er ekki að útskýra Svo er þetta rétt hjá Ég er gaman að fá útskýra Svo er þetta rétt hjá allir Ég tek þetta heldur margar bara auka Er það ekki? Jú, og bara, þú veist, þetta er bara þetta er ekki in and out operation Þetta er ekki, þú ferð ekki inn og væpaði þriss og þú ferð út og ert bara hálfógislugur Nei, en 17 er ógeðslega mikið En þú ert alveg með alveg vel hreinan bossa alltaf ekki lofa því Það er ég líka með Ég þarf bara ekki 17 steinur Ég hef hreinan og steinþór sko Þetta er 17 Hvað heldur að Svaðans Egils sé? Hún fannst sko, hann gíska á 12-13 og þá veit ég hann að gíska á mikið háatölu hjá mér, af því að hann líka tala um allar þess auka, hann las aukaskeinurnar sko þannig að ég held að hann sé það bara í 5-6 sko Það er bara hárið rétt Ertu snillingur? Hann er nákvæmlega 5-6 að 2-0 fyrir Steinda Það er bara orður rétt að sé ég sagði 5-6 Ég er í 5-6 líka, ég held að flestir sem er að hlusta sé í 5-6 Já, hann hitti bara nákvæmlega á þetta En svo eru sumir sem er að nota Ég er bara að tapa þessu Svo eru sumir sem sumir nota líka pappirinn tvís og svo væpar, brýtur einhvern veginn væpar aftur með sömu, þetta er eitthvað sem ég ger ekki Ég ger það þegar ég skeina börnunum Já, þú veist, en fyrir sjálfa þú veist, þá segi ég bara hinga á ekki lengra Ég er bara svona, ég er þannig típa, ég nenni ekki að vera að höggva tré og eyðileggja það fyrir ekkert Þannig að ég er svona að reyna að nýta pappirinn aðeins Herðu, förum í þriðju Ég er bara þannig maður að ég fórna trjám fyrir þetta sko Fórna trjám fyrir rassin Ég spurði Egil Steindi Hverju öfundaru Já, býtu, ég er að spyrja þig Steindi Ég spurði Egil, hverju öfundaru Steinda Maður kom eitt lítið innskot inn í þetta Við erum bara að tala svo mikið um pappir klukkan án 5:30 Ég veit að fólki finnst þið finnst ekki gaman að tala um hægðir sko. Nei, ég nenni Þetta er ekki tengt því Jú, þetta er tengt því Það var gerð könnun daginn Hver var þetta? Þetta var vinur minn sem gerði þessa könnun minni Allavega, að spurði bara svona í vinahópnum Hverjir skeina sér standandi og hverjir skeina sér sitjandi og það var 50-50 Það er eitthvað alveg keksurugglað við sko Hver skeina sér standandi? Nei, það er greinilega þannig að bara hálf þjóðin sanga þessari könnun Það getur ekki verið Því að vinuðin spurði Þetta var samt alveg 70-30 Vennilegt fólk situr á salrinu það skeinir sko, ekki stór risastór partur gerði ekki Þetta er bara eitthvað að láta ykkur vita þessu Það hefur alveg komið fyrir Rugglað sér hirt sko Hverju öfundar Egil þegar Steindi? Hverju öfundar að mig Það vonu klikkir á þessi, það er ekki bara fullt hús í þetta sko Það er sjóandi Það er góður þessi leik Ég myndi halda að væri Ég leifi með hluti en mér myndi langa núna í bara Doritos póka heilan þá myndi ég vera að gera eða mér langar í bragðaref þá myndi ég fá mér hann Ég er ekki að fara að hugsa veist, anskotin, þetta er sest á mjaðmirnar eða eitthvað svona dót sko Þú heldur að löfunda því að þú leifir þér Leifi með hvað sem er Já, ég er svona Nei, hann öfundaði og lítur út eins og supermodel á þess að raka þig eða klippa þig Hann farið þig svo vel, þú getur sleppt þig að raka þig að klippa þig Óþólandi Og hann vil meina hans í ógæslu þegar hann sleppi Ég spyr þig Egil, þú getur komið inn í leikin Hverju öfundar Steindi þig af? Ok, nú þarf ég að koma inn í þetta Sko, það poppaði fyrst upp hann hefur séð uppar einhverna mína fyrir 200 og hvað mjög há einhvern Þú ert ekki sem með það góð einhvern Nei, ég er með herri einhvern Ég er með 4,72 Það er ekki það gott Eftir sko alveg 20.000 trips Ég er með færri trips en ég er með 5 Ég er með 5 líka En það er ekkert að marka út með 2 trips og 5 Nei, ég tek alltaf uppið bara þegar ég er erlendis En ég er ekki, þú veist, búin að uppið Ég held að það er 200 en sko, svo held ég líka Ég get hosta á þess að halda þessi að deyja Hann öfundar mig held ég með það yfir í Ég þarf ekki að skeina með 20 sinum á dag Hann öfundar mig ég nenn að fara ræktina Og hann öfundar mig ég finnst fiskur góður Þetta er eitthvað þessu Hann öfundar hæðinni Hæ, 1.84 Ég er ekki 2.10 Nei, ég vil meina að það sé nefnilega góð hæð
Þú vilt ekki vera 2 og 10. Ég var til 1.87 og auð með einu eftir að fór í mjaðaðgerðina sko, fekk auka 5 cm. Ef þú fyrir í mjaðmaðagerðstendi þá verður jafn hár og hann farið á 5 cm. Nei, þú ert bara 1.78. Þá fer ég 1.83 svo fyrir mjaðmaðagerð sko. Getur maður hendi bara einhverja mjaðmaðagerð ef það er ekkert að mjöðmónum að mér? Þú getur að bóka það. Nei, þetta er nú ekki þannig. Ég er bara meira að tala um þetta virðulega hæð. Og hérna, en það var samt ekki það. Ég fór ekki á blað. Þetta var ekki rétt svarinu. Já, og getur hitta bíliðin líka. Mér finnst það bara svo lélegt svar, ég nefndi ekki að hafa. Hörru, það er bestu uppfinning in the history of mankind að opna app og hitta bílinn. Það er málega líka, þetta sparar þér 8 milljónir því að fjölbíli skóðmur og séu og kaupið þér og borga fyrir bílskúr í fjölbíli þá er okkur 8-10 M og þarft það ekki. Þú bara hitta bíl, labborti bíl og hann er bara hann heitur. Herru, síðasta spurning. Ég ætla að byrja á þér Steindi, ég bað Egil að segja tölu 1 upp í 10, hvað tölu sagði hann? Hann sagði hann sagði 1. Nei, Egil, ég spurði Steinda 1 upp í 10, hvað tölu sagði hann? Hann sagði 10. Það er 9. Þetta fór 2-0 fyrir Steinda og við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Steindi innilega til hamingju með þetta. Takk hérlega. Hamingju ástu mín. Herru, ég er bara að vinna eiginlega allt hérna. Ég er bad little boy og svo vann ég þetta. Og þekkir Egil betur og þetta er svolítið þinn dag. Já, ég veit það nú ekki. Já, ég finn það. FM 957. Það er því að þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Þakkum Rihanna og Tia í kjallaði fyrir þetta. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíu. Rándýran gest og það er leikkonan og tónlistakonan, fjöllistakonan Þuríður Blær. Verstu velkomin. Takk fyrir, æðislegt að vera hérna með ykkur. Hvernig myndur þú titla þig? Ég segi vel leikona og rappari sko. Leikona og en mér finnst rappari? æðislegt að vera fjöllistakona. Já, eða ekki? Jú. Já. Við vorum náttúrulega að rifja upp þegar við tókum gjörning saman. Já. Og þú veist, Í stóra ég var að síðan. kenna þér á myndlist. Þannig ég er fjöllistakona. Ég fíla það, en fyrsta spurning er alltaf, hvernig ertu? Ég er bara ógeðslega góð. Já, nógum að vera núna. Já. Ný bíómynd. Og sko, ég var að hugsa það er ekki svolítið langt síðan að kom ný íslensk. Mér finnst eitthvað búið að minnka. Það er búið að minnka mjög Er það mikið ekki? íslenska bíómyndir. Bara fyrst núna í rauninni. Þetta er eina sko fullorins myndin af þessari stærðagráðu sem kemur út í ár. Já, og röskun. Já. Og líka sko, er þetta ekki rétt fyrir mér? Þetta er rauninni bara, þetta er thriller og horror. Þetta er hryllingsmynd, þetta er svona sálfræði thriller. Já. Og þetta er bara svona, skiljið, þetta er bara svona klassískur thriller, skiljið. Verður maður hrættur í bíó? Já, maður er mjög hrættur sko. Er þetta ekki mynd sem maður verður að fara á í bíó? Jú. Fá alveg öll lætin? Jú, auðvitað, það verður að vera þannig sko. Og þið veitir, þetta er bara svona svolítið, þið veitir, eins og Hollywoodmynd nema bara gerist í Vesturbæ Reykjavíkur. Ok, þetta gerist í bænum? Já, og bara, en make a sense, skiljið. Þetta er ekki eitthvað svona eitthvað sem gæti ekki gerst á Íslandi. Og þetta er ekki sjóræningaskipi? Nei, eða eitthvað svona, þið veitir, raðmorðingi eitthvað, eða skiljiði mig. Já, ég fíla það. Já, en þetta er semstum, ég leik sem sagt konu sem var að kaupa sér nýja íbúð og eftir hún flytur inn þá byrja svona undarlegi hlutir að gerast. Hún veit ekki alveg, er draugagangur hérna eða er einhver að sitja mig og það halda allir hún sé bara geðveik og hún heldur það sjálf og neyðist svolítið til þess að taka á honum stóra sínum og reyna að komast að því hvað er í alvörunni í gangi. Ok. Þetta teikist nú bara smá umræði sem við vorum að eiga hérna á þann að þú sér til dæmis að myndir sjá draug eða upplefa geimururnar. Myndur þú segja einhverjum? Myndur þú halda og væri orðin búin að missa vitið eða myndur þú trúa þessu sjálfur og allt þetta? Já, nákvæmlega. En er ekki erfitt, þú hefur fikk að leika hans í sketsum og smá bíó og eitthvað, er ekki erfitt að leika að vera hrætt heila bíómynd? Það er eiginlega leiðir aldrei eins og bara okkur, djöfullega skrítið. Ég var aðalega það sem ég var svo hrætt við sko, að því að ég er svo mikið í nærmynd og ég er svo lengi skiljið með svip alveg bara einhvern veginn að það yrði bara einsleitt skiljið, maður þarf að vera mishrættur í hverju senu fyrir sig einhvern veginn, bara eitthvað svona hversu, nú er ég svona 3, nú er ég svona 5, nú er ég 10 skiljið og það Varstu að æfa það fyrir tökur? Varstu að æfa það í speglinu? Heima að teikna bógan? Já, bara svo horfa á mig í spegli og vera eitthvað, hversu hrættur ef ég bara lyfti augunum að Hvernig er 10 hér? Hvernig ertu 10 hrætt núna? Þetta erum við ekki mynd. Nei, ok, þið með lýsa mér til hérna og það andadrátturinn vel hrætt þarna. Mjög vel gert. Takk. Og hvað voru lengi tökum? Voru þetta erfiða tökur?
Nei, þetta voru æðislega tökur. Þetta var allt tekið upp bara, þið hafa byggt svona íbúð inn í stúdíói, skilji. Þannig það er þetta að taka niður veggi og taka allt upp Alvöru budget? Já, algjörlega. Og bara líka því að þetta eru 2 tímalínur, það ég í íbúðinni og síðan morð sem var framið í íbúðinni árið áður sem líka ein tímalína sem að Unnur Birna leikur í og já, þannig að það þurfti skilji að breyta íbúðinni alltaf inn á milli og eitthvað svona og fara á milli tímabila í einni töku og svona cool en já, bara gekk ógeðslega vel og Maja systir búin að sjá hana, fór á frumsýningu og sagði að það var geggjuð. Ég myndi freka þá sleppa ég að segja að hann fundist hún léleg en hún sagði að hún var æði. Ég er mjög spenntur að sjá. Bragi Þór er að leikstýra Okkar besti maður, Algjör Sveppi. Helga skrifar þetta eftir bók eftir Íris Ösp Ingjaldsdóttir, bók sem heitir Röskun líka og já, maður má líka lesa hana. Líka það ekki, þannig að Bragi og Helga, þau framleiðan líka. Jú, og maður sem heitir Valdimar. Kult, akkurat. Þau eru helviti öfluð. Mjög. Þú og Unnur Birna eru svona í burðarhluturkum, svo sé ég Ólafía Hrönne líka, Arna Dan, Aldís að fullta bara endalust að geggjuðu leikur. Já, þau eru öll geggjuð sko. Og þetta er svolítið mikið svona leikara mynd því að Bragi er rosa mikið með kameruna alveg onni okkur sko. Þannig að það má ekki vera lélegur leikari. Nei, ekki þessari mynd. Við kveitum allan til að fara í bíó og Röskun, ég líka fíla að sé komin svona einhver nett horrormynd. Hvernig myndir þú lýsa þessu? Horror eða sci-fi, hvernig er þetta? Þú veist, ég myndi horror skilji. Hvað skilgreinir maður sem horror? Þetta er sálfræði thriller, þetta er spennumynd en þetta er ekki svona gore, skilji. Þetta er ekki svona skilji. Þetta er svona jumpscare, bregðu manni. Já, eitthvað, en það er aðalega bara svona uppbygging, skilji. Já. Hvað fílið þið mest? Hvað er uppáhalds hryllingsmyndin ykkar? Ég fíla svona þegar ég er hræddur. Ég er enda þól ekki þegar ég er að horfa á bíómynd. Það er að koma atriði þar sem ég fæ bara svona í magan to my core. Mér líður bara illa eins og þegar hún kom út úr sjónvarpinu í The Ring. Já. Veist, mér brá ekkert. Mér fannst bara svona hvað er þetta? Sálfræðisrillir er eitthvað sem að getur hrætt mann og láti manni líða eitthvað með meðan svona ef allt er út í blóði og hausar út um allt það er svolítið meira kannski bara fyndið. Já, stemning. Ég fíla svona, ég mun sjá hana. Damon Younger var líka þarna, ekki? Jú. Já, þið var saman í Svartur og leik. Já, hann er geggjaður í þessari mynd sko. Myndin er sýnd í sambíónum og við hvetjum alla til þess að henda sér í bíó en við ætlum ekki að sleppa okkar bestu hér því að ég fíla að þú sendir á gramminu að þú vildi fara í lið. Ég er mjög spennt. Já, og sko, ég ætla að henda spurningum á þig sem ég hef spurt strákana. Af því að þetta er alltaf nett pungastemningina hjá okkur, þannig að það er gaman að fá kvenmann til þess að svara þessu. Þetta er 1.000.000 á dag. Heitir liðurinn. Já. Ég ætla að byrja að spyrja þig. Þú fær 1.000.000 á dag fyrir að fara ekki í sturtu. Hvað tekur marga daga að fara í sturtu? Wow. Síkaleg spurning. Þetta er hræðileg spurning. Hann er búin að spyrja okkur en samt 1.000.000 á dag. Þetta er alveg peningur. Það fara ekki í sturtu. Það fara ekki í sturtu. Nei. Ég get alveg, ég meina maður getur náttúrulega bara farið líka bara, ég geti farið í sumarbústað og tekið bara eitthvað fara að skrifa og vera bara ein með sjálfum mér. Bara í ár. Ég get alveg höndla sjálfa mig. Ég get alveg tekið 3 mánuði? 4 kannski. Sækja sér 120 miljónir. Ég þarf bara nákvæma tölu. Hvað er það að taka? 3,5 mánuð myndi ég taka. Og sækja 90 miljónir pluss. Myndi maður ekki kópla sig bara út í svona 5 ár? Bara, ég ætla bara að skrifa Þú ert kón og börn. Já, þú mætti alveg hitta fjölskylduna. Já, en myndi fjölskyldan vilja hitta þig? Það er alveg spurning. 5 ár án shower. En mætti úða á þig einhverjum fjanda? Þú veist, ef þú fjarði og mætti bara vera bara Já, mætti maður taka svona, hvað heitir það? Ef það er ógeðslega lykta með þvottapoka. Það má ekki. Nei, það má ekki. Þetta er alltaf kannski heilsufarslega, sko, maður getur fengið einhverja sýkingu. Er það? Getur þetta ekki orðið lífshættulegt? Ef þú tekur mörg ár. Þetta verður ekki, ef þú ætlar að taka 5 ára á þess að vera í sturtu, þá myndi það kannski vera hættulegt. En ég held líka að það er komin svona lykt að þér, þú setja þig í rakspíla eða ylvatni eitthvað, það verður bara verra. Það er verra, já, það er bara komin svona lag af skít og lag af ylvatni og það. Næsta spurning, hvað ertu hávaxin eða ég má spyrja? 1,67. 1,67, þú fær 5 miljónir. 6'7". Já, 6'7". Þú fær 5 miljónir á hvern sentimetri sem þú tekur að þér. Hvað ætlar að taka marga? Þú ert 1,67 núna, þannig að segjum og takir af 1,66 og fær 5 miljónir. Ok. Hvað ætlar að taka marga sentimetra fyrir 5 miljónir á hvern sentimetra?
Ég er til að fara nýri 1.50. Ok, það er alltaf að taka 17. Alvöru Þú bara komin í Danny DeVito stæði þar sko Vitið, það er geðveitt fyrir konur að vera lágvaxnar Já. sko. Það Hvað er bara DeVito? svo hot. Danny DeVito ég fréttabili, ég vil bara tjekka á því sko 1.50. Hvað tókum við þarna, manstu það? Þú fórst held ég alveg nýri Hann er 1.44, þú ert alveg vel og miklu hærri en Danny DeVito, hann er 1.44 Nú, það? Já, þetta er alveg haustnum hærri en hann sko 6 cm hærri en Danny. Já, klálega, þetta var bara ég myndi borga fyrir að vera 1.50. Myndirðu vilja lækka? Já, Þægilega til dæmis í svona travel og í flugi miklu og líka bara sem leikona þeim mun minni sem þú ert þeim mun lengur fara að leika sko yngri Já, sem er því miður bara betra fyrir Líklega konur. finnst ég að Steindi segi þetta hjálp er að ferðast og hún er 1.67, ég held hún komist alveg í flugsæti eins og staðan í dag sko Þú þurft ekki að taka sér 17 Það fer cm. betur hann Já, mun ekki hvað næs að vera í flugið þegar maður var lítill Frábært sko Bara geðvikt Þetta er 85M, svo þú takir hús þarna 17 sinnum 5 Ég get alveg keft mig kannski íbúð fyrir það Alvöru peningur og henni líður betur hún vill taka sér sentimetra þá er það síðasta 5 milljónir á hvert kíló sem þú bætir á þig hvað myndir að henda það mörgum kíló nú ertu leikona og fólk er ofta að þingja sér fyrir hlutverk og annað Já, en ekki konur er það minna? Þetta er erfiðar náðan Já, þetta er miklu erfiðara Já, býttu nú við, það er 5 milljónir á kíló Svo getur tekið Og til svo getur maður stíma alltaf farið í ræktin Ég geti komið til þín Já, við getum að tæta þetta af síðan Eða Ok. tekið hérna pennan bara Já, eða það, ok Fyrir náttúrulega peningin sem ég endar á sléttu Það er bara pennan Já, mér finnst Ég á svo erfitt með að reyna að létta mig þegar ég þarf að gera það sko þú voruð ekki að fara í 17 hann eins og sentimetranir Nei, þú veist kannski segjum bara 15 milljónir 3 Já, kíló ég get ekki fara að herra það Nei, Hvað er kíló er enga stund að fara. hvað maður lengi að taka sér kíló eil og hún getur tekið sér 3 á mánuði Mánuð? Aha. Já, Er það? En hvað getur maður, ef við taka, ef við myndum vilja taka með 20 kíló Hvað er lengi að því? Heilbreytt droppar 2 kíló á mánuði Já 10 mánuðir Ég fór eins og í engaþjálfun til hérna Konna Já, Þekkir hann? Já, Já, hann er geggjaður sko En vá hvað það var erfitt að þurfa að borða svona mikið af kjúklingabringum og bara ekkert annað og því Það var hart helviti þá Já, þetta var hart, ég fekk 3 mánuði til að missa sko 20 kíló Já, þurftur að vera stíð Já, það er ekki sem maður vill í þessu dæmi sko, vill fyrir Nei. gera þetta svona heilbriðan hátt sko Já. Steindi vill eins og er borða allt sem hann vill og lifa aðeins styttra sér Já, vill njóta á gerði samning við okkar mann uppi á efriðinni að ég bara, ég fer aðeins fyrr en ætla ég að frábært líf þú ætlar að njóta já, ég skil alveg, þú veist auðvitað á einhverjum tímpúti ég stoppa mig alveg í einhverju sko en ef ég er heima og er bara herru, ef við fáum bragðaref Já. þú veist, þá bara fer ég og fæ mér bragðaref Hyggar ekki það? Nei, ég er ekki, þú veist, þá er ég ekki bara Ég gera það, ég fæ mér bræðar eða mér langar í bræðar Sko, Rakel sagði mér að þú keiftir Diet Tómasós Ég keipti bara tómatsós sem heitir Felix og hún er bara drullu góð það þegar ekki Diet. situr í Já, sinni heyrðu inni Herðu, þetta spjallast ekki að vera um hvað tómatsós ég kaupi mér þau er heiður að fá þig hvetjum alla til þess að fara í bíó, sambíó allir í bíó röskun þú veist, bara, þetta verður að vera þannig að því að þú veist, íslenska myndir eiga að fá bara 50 manns í bíó, bara allar myndir bara Algjörlega. let's go Þetta er bara let's go og alvöru, Trillir, ég ætla að reyna að kíkja hana á sunnudaginn og ég mun senda þér nákvæmlega hvernig mér Yes, fannst. mikið Takk fyrir ánægð. komuna og já, hér koma þeir Herra Hnittusmjör og Frikki Dór FM 957 Lappa inn, við löpum hér inn klukkan 4.00 og erum að lappa út núna 18.00 Gott lag Það eru 2 menn sem þurfa ekki að kynna fyrir þjóðinni Þetta eru alvöru popstjörnur, Frikki Dór og Herra Hnittusmjör en það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Já. Við steindurum að fara með konundar á feita hjarta með Dórutíðina Herru, það er sýning hérna núna klukkan 8 og hann sagði að vera 20 meðan lausir Já, hann var að senda á mig, herru, það eru 20 meðan lausir fólk- endilega að segja frá því útvarpinu ef fólk vil skella sér með litlum fyrirvara og sitja með okkur blöðurunum fólk sem er að hlusta getur kíkt út það eru 20 meðar eftir Tix.is. á sýningunni kvöld, þannig að þú basically að vera að pakka á þessa sýningu sko Já, þetta verður stemming, ég Ég laka veit til ógeðslega góða hluti Já. og ég náttúrulega hef svona fekka smá svona preview af þessu hef ekki séð sýninguna en ég er búin að heyra smá svona konseptið og hvað er verið að fara yfir og hérna ég get ekki beðið eftir að fara í kvöld, þetta er ekki eðlilega gott Ég er mjög peppaður Ég fæ skýslu frá okkur hvernig er Heldur betur. og ég Þú gef ert ykkur að- svo skýða skýslu þegar ég kem heim Þú ert að fara bara på öll bara eftir Í fyrramáli? Já, ég bara, þið fáið jommu mynd núna bara eftir
8 klukkutíma. Svo hvetjum við alla til að fara í bíó á Röskun. Annars komið að lokum hér hjá okkur í dag. Takk hérlega fyrir daginn. Við heyrumst vonandi blökast þér í mynd á þriðjudaginn. Við náðum ekki að fara í augljósar, ekki sturlaðar. Nei. Að pakka þáttum. Það var þétt hjá okkur í dag. Við eigum þetta inni. Við eigum þetta allt saman inni. Takk fyrir eigi góða helgi kæru hlustundur og heyrumst á þriðjudaginn eða bara á föstudaginn eftir í viku. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957.